Komið sælir, tilnefndu góðir og verið velkomin á þetta málþing ADHD-samtakana samfélagslegan kostnað biðlista og ómeðhöndlaðs ADHD. Sigmundur Ernir Rúnarsson heiti ég og ætla að vera með ykkur hér í dag og stjórna þessu málþingi með ljúfri hendi. Ég hef stundum sagt að ég hef fylgst í minni blaðamennsku tíð með samfélaginu opnast upp á gátt. Ég er búinn að vera í fjölmiðlum, blaðamennsku, fréttamennsku í yfir 40 ár og þegar ég var að byrja var það á miðjum ævintýralegum áratugi sem hófst 1975 með kvennafrídeginum sem markaði djúpspor í sögu landsins og áratugi seinna, 1985, hafði í rauninni allt breyst á Íslandi og samfélagið var við það opnast upp á gátt. Þegar ég byrjaði í blaðamennsku voru fræg þessi opinskáu einkaviðtöl vegna þess að við vorum að byrja yfirleitt á öllu. Það var ekki til nokkur þunglyndur maður í samfélaginu. Það var ekkert heimilisofbeldi til í samfélaginu. Það var engin drykkjuskapur af fólki. Það var auðvitað engin með ADHD. Það var nánast engin hommi, kannski Hörður Torfa, engin lesbía og svo framvegis. Við, með öðrum orðum, földum samfélagið. Við sögðum ekki frá því eins og það var í raun og veru. En á þessum áratug breyttist allt. Ég meina við kusum Vigdísi Finnbogadóttur forseta Íslands 1980. Flokkakerfið byrjaði að riðlast á árunum eftir 1980. Og með rannsóknarblaðamennsku, fyrst með stofnun Dagblaðsins 1975 og svo Helgarpóstsins 1979, þá fórum við að kafa hún í samfélagið og viðurkenna það smám saman eins og í raun og veru. Og hvað gerist í dag? 4.000. Maðurinn gengur í samtökin ADHD. Í dag. Ekki klappa fyrir honum. Orðið eitt fjölmennasta félagið innan Öryrkjabandalags Íslands og það vel. Við erum öll alls konar. Og það stóra breytingi sem orðið á samfélagið okkar á síðustu árum. Við erum öll einhvers konar á einhvers konar rófi og ég vaknaði í morgun með einhvers konar geð sem alls konar og breytilegt frá einu degi til annars. Stundum þungt og stundum léttara. Og við erum smám saman að viðurkenna fyrir öllum okkar sjálfum, öllum okkar lífum. Og það er mjög vel. Og við erum farin að gefa fólki af öllu tagi, breiddinni í samfélaginu, tækifæri í þessu samfélagi. Þegar ég og kona minn byrjuðum við þættina með okkar augum í ríkissjónvarpinu fyrir 13-14 árum, þá sagði ríkissjónvarpið fyrst nei. Þetta er vond hugmynd. Að hleypa fólki með þroskahömlun inn í ríkissjónvarp landsmanna og leyfa því að tala við ráðamenn og frægt fólk. Kemur ekki til greina. 12 árum seinna þetta verðlaunustu þættir í sögu RÚV. Að því að við erum að leyfa fólki af öllu tagi að njóta sín í samfélaginu. Þannig á það að vera og þannig viljum við hafa það. Eins og Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður ADHD-samtaka, þekkir manna best, en hann er næsti ræðumaður. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, Sigmundur Ernir. Já, það er spurning hvar allir sig fallega fjölmiðla flóra væri sem að fóra að dafna þarna upp á 7. og 8. áratugnum. Ef ekki hefði verið fyrir nokkra svona hvatvísa vilsingar sem mig. Þó ég hef bara verið rétt stíðin og bleiðinni. En það er gott að hafa okkur eins og alla aðra í samfélaginu. Ágæti formaður samtaka sveitarfélaga, fyrirlesarar og aðrir gestir, nær sem fjær. Nú ætlum ég að gera það sem ég leiðist alltaf, það er að lesa ræðu. Ég býð ykkur velkomin og opið málþing ADHD-samtakana afleiðingar ómeðhöndlaðs ADHD, endalausa biðlista eftir greiningu og samfélagslegan kostnað. Frá því að ég fékk mína fyrstu greiningu fyrir ríflega 2 áratugum, þá 33 ára gamall, hefur vissulega margt breyst hins betra hvað málefni ADHD varðar. Sjálfur hef ég sittið í stjórn samtakana frá 2011 ásamt því að sitja í stjórn og heilbrigðismálahópi ÖBÍ sem og í stjórn sjónarhóls fyrir hönd samtakana. Og kannski fylgst betur með en margur. Getum við híklust sagt að stóru og smáu skrefin eru mörg og mér er bara heiður að hafa fengið að koma við sögu. Þegar Björk heitinn Þórarinsdóttir tók við formennsku samtakana 2010, lagði grunn að nýrri vegferð.
Við ætlum að breyta orðræðinni. Og almennu viðhorfi gagnvart ADHD, það verður okkar leiðarstef næstu 20 árin. Og nú stöndum við hér í miðri á. Og margt hefur áorkast. Með að leikna sér lærða gýst á enn og aftur upp misgálu umræðu ADHD líf, en staðan þó allt önnur en fyrr. Þetta mjakast. Upp á síðkastið sjá ýmsir rautt vegna mikillar aukningar í ADHD lyfjameðferð. Á móti bendum við hiklaust á að þetta sé breyting til batnaðar. En það fái fleiri þá aðstöðu sem þarf. Já, við erum rétt í miðri á og áfram skal halda kúrs. Mér segir svo hugur að fyrirlesarar málstingsins komi að þessu á ýmsan máta og frá ólíkum sjónarhóðum. Önnur brot á lögum sem ADHD-samtökin hafa sett á forgangslista að styrkja menntun kennara og annars starfsfólk í menntakerfinu. Á þessari öld ótækt að almennum kennaranemum sé aðeins boðið upp á einn valáfanga þar sem meðal annars snert á ADHD einhverfu og öðrum skyldum röskunum. Það mun taka nokkuð tíma að snúa menntafleginu við og meðan senda samtökin dráttarbót beint til sveitarfélaga og skólana í formi námskeiða sem ætlað að auka skilning og þekkingu kennara og annars starfsfólks og verkfæri af ýmsu tagi sem nýtast í starfi. Ég ekki að meina hamar, heldur bara andleg verkfæri sem að kennarar og svona aðrir kunna nota. Seint virðist þó sumt breytast. Hátt í áratug tók af löggjafan til að viðurkenna nauðsyn þess að niðurgreiða sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna, en 2 árum seinna bólar ekkert á fjármagni en og aftur skífurverði úr háum sætum varðandi kostnað við lífsnauðsynlega lyfjameðferð og meðan bera börn og fullorðnir með ADHD óbærilega byrði sama hvernig á málið litið. Hér þarf Alþingi og fjárveitingavaldið að taka sig á. Biðlistar eftir greiningum fyrir börn og fullorðna lengjast út í eitt og þrátt fyrir tilkomu geðheilsumiðstöðvar barna og geðheilsuteymi ADHD fullorðinna hjá HH standa hátt í 900 börn og yfir 1200 fullorðnir úti í kuldanum. Að ábreyttu undir árslok 2022 mun biðin vera 2 til 3 ár. Kannski eitthvað styttri hjá börnunum, en við erum að tala um börn. Við erum að tala um börn sem þegar hafa beðið kannski fjórðung ævinnar. Þokan þó vart gallsvört, eins og mig grunar að Elvar Danielsson, yfirlæknir ADHD teymis HH, muni koma eitthvað að. Málið snýst að miklu leyti í dag aukið fjármagn og nú ætti fjárveitingavaldið að hafa þá leiðarlýsingu sem þarf til að koma skipinu í höfn með hraði. Með öðrum orðum, við vitum orðið nokkurn veginn kostnaðinn. Nú þarf bara fjárveitingavaldið að gera eitthvað. Góðu gestir, á málþinginum mun meðal annars koma fram að lífslíkur einstaklinga með ADHD séu 9 til 13 árum styttri en almennt gerist. Og án lyfjameðferðar sé tíðni sjálfsvíga innan sama hóps 1/3 hærri. Skortur á aðgengi að ADHD greiningum, meðferð og lyfjum dauðans alvara. Þú númer 1250 í röðinni? Bestu þakkir fyrir þetta, Vilhjálmur. Góð inngangsorð. Það einhver númer 1250 í röðinni, svo sannarlega. Okkur miðar samt áleiðis, við skulum ekki gleyma því. Það margt að í samfélaginu en okkur miðar áleiðis. Ég þekki ágætlega til þessa málaflokks, alandi upp fjölfalla barn sem dó fyrir allnokkrum árum úr sinni fjölföllun. Við fórum með erindi okkar nokkrir foreldrar fjölfallara barna til félagsmálaráðuneytisins fyrir akkúrat 20 árum. Fyrir akkúrat 20 árum, 2002. Þá var dóttir mín 17 ára og ég sá hann fram á það að hún myndi aldrei komast á neitt sérbíli eða sambíli. Þáverandi félagsmálaráðherra sem reyndi að sofnaði á fyrirfundinum en var vakandur seinni, hann benti okkur á að það væri ódýrt húsnæði út í Hrísi. Fyrir 20 árum. Gleymið því ekki að okkur miðar aðeins áleiðis frá þessu, frá einum áratugi til annars, sem betur fer. Heiða Björg Hilmisdóttir formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga
og talar fyrir hönd þeirra. Gjörðu svo vel. Ég segi nú bara að sem betur fer hefur eitthvað ánist síðan þarna og við varum ekki vona enginn segi svona í dag. En ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir og er formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og formaður Velferðarráðs Reykjavíkurborgar og kom á hlaupum að því við sitjum í borgarráði að reyna að ná saman fjárhagsáætlun og þar þarf einmitt að passa fjárframlögin til þessara verkefna sem og annarra. En ég bara þakka fyrir að vera boðin hingað og ávarpi formenn og öll þeir sem eru hér sem eru með einhverja titla, bara þakka fyrir það. Þið hafi verið áberandi undanfarið, bara mjög áberandi á þessum vitundarvakningar mánuði, svolítið svona krassandi auglýsingar í útvarpinu og svona, eitthvað mamma ert að dópa mig og eitthvað og ég bara, eigandi barna ADHD-lyfjum fekk alveg svona, en svo ræddi ég þetta nú við framkvæmdastjórann og hann útskýrði fyrir mér að þetta verður bara til að auglýsa málþingið. Þannig að við ræddum það að það yrði líka auglýsingar sem segðu pabbi ert að dópa mig, en ekki mamma. En ég veit að þetta er eitthvað sem að þið eru mjög mikið að tala og þessi endalausa umræða hvort það eigi að greina fólk og hvort það eigi ekki að greina fólk og hvort að fólk eigi að fá lyf og hvort það eigi ekki að fá lyf og allt þetta. Og ég vil bara fá að segja það hér að þeir eru gríðarlega mikilvæg, þessi samtök eru gríðarlega mikilvæg inn í þessa umræðu vegna þess að það eru svo fáir sem að sjá ykkar hlið og það er svo mikilvægt að þið standið með þeim sem upplifa sig í þeim skógi sem stundum að vera með ADHD. Það er stundum svo erfitt að finna leiðirnar og koma hlutunum frá sér og gera þetta og ég hef hitt ótrúlega mikið af fólki sem ykkur virkilega þakklátt af því að það skiptir svo miklu máli að einhver tali manns máli og einhver skilji mann og maður þurfi ekki einhvern veginn að vera í vörninni sjálfur heldur vita að það séu margir sem eru með manni í því. Og við höfum átt mjög gott samstarf við ADHD-samtökin Reykjavíkurborg, bæði inn í grunnskólunum þegar við komum þar með ýmis námskeið fyrir einmitt kennara sem er gríðarlega mikilvægt og frístundafólk en líka fyrir börnin og við höfum verið að gefa út bæklinga og líka í velferðarþjónustunni og bara gríðarlega mikilvægt og við erum mjög þakklátt fyrir það og ég hef líka tekið eftir því að þið eru að fara allt land og sveitarfélögunum landið eru líka taka ykkur opnum örmum og ég veit að það hafa verið fjölmenni fundir í Vestmannaeyjum og Akureyri og Egilsstöðum og ég veit ekki hvar og ég veit að það skiptir líka máli því að þó að það sé fræðsla á netinu og meira aðgengi að upplýsingum, bæklingum og annað þá kemur auðvitað ekkert í staðinn fyrir það að hitta mannesku og ræða málin. Þannig ég dáist að því og það skiptir bara verulega máli af því að ég held að við þurfum öll bara átt okkur á því bæði hversu algengt ADHD og hvaða áhrif það hefur á okkur. Það er auðvitað sláandi sem að formaðurinn sagði hér áðan varðandi lífslíkur, en það er líka bara einhvern veginn árangurinn sem maður nær í lífinu og maður upplifir ekki alltaf að maður sé að ströggla og einhvern veginn ef við getum tekið þær hindranir frá fólki, hugsið ykkur öllu verðmætin sem geti komið í ljós. Þannig að það er auðvitað okkar sameiginlega verkefni. Og fyrir suma getur það verið lyf, en fyrir aðra getur það verið eitthvað annað og bæði er bara jafnrétt. Það verður bara að finna taktin hjá hverjum og einum. Þannig að við þurfum að gera það. Ég þekki röðina. Það er líka röð hjá Reykjavíkurborg. Börn þurfa að bíða þar eftir frumgreiningu áður en þau fara í greiningu. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa líka í sameiningu. Við settum 140 milljónir í að fjölga þessum frumgreiningum hjá Reykjavíkurborg til að losna við biðlista. Við vorum komið með mörg börn á biðlista. Ekki bara eftir ADHD-greiningum, en bara það þarf að frumgreina hvað er að. Og við fórum á auglýstum eftir sálfræðingum og það koma svo fáar umsóknir. Og það er eitthvað sem við þurfum að hugsa núna til þess að við getum greint þörfina, til þess að við getum hjálpa öllum og til þess að við náum þeim í gegnum kerfið. Það þarf fleira fagfólk. Og núna er ég stödd, nóvember er handan við horni og við eigum ennþá eftir 50 milljónir af þessu fé sem við erum með á þessu ári og ennþá bíða börn og það er líka vegna þess að við fáum ekki fagfólkið. Og þarna getum við unnið kannski með þeim samtökum sem er að
sálfræðingafélaginu. Ég veit líka að það skortir á geðlækna sem eru auðvitað þeir sem endanlega greina, en þetta er eitthvað sem við höfum verið að velta mikið fyrir okkur og við fórum allar óhefðbundnar leiðir. Við báðum líka fólk um að hnippa í þá sem þau þekktu og sálfræðingar sem vinna hjá okkur að biðja hinum að koma og athuga hvort það væri einhver sem væri til í að vinna aðeins aukavinnu og af því það vill enginn láta börn bíða. En fullorðið fólk auðvitað heldur ekkert að biðja, en sérstaklega börn. Og þetta er eitthvað sem ég held að vera áhugavert. Og sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga þá veit ég það er mikill áhugi víða um land á alls konar fjarnámi. Fólk langar að fá að mennta sig, en það langar ekki endilega að flytja þangað sem háskólarnir eru. Kannski getum við veitt eitthvað liðsinni í því. Kannski getum við einhvern veginn tala við þessa stétt sem við þurfum að sjá eflast og fleiri mennta sig til þess að við getum stytt biðlistana. Og hjálpa þeim sem að þurfa hjálp og hjálpa þeim líka bara að finna þá leið sem er best fyrir hvern og einn. Því að þó við séum hópur og þjóð, þá erum við líka alltaf bara einstaklingur og okkur langar að fá að láta ljós okkur skína og fá að taka þátt í samfélaginu og gefa á okkur og nýta okkar hæfileika og tækifæri. Þannig að saman við erum mjög þakklátt fyrir ykkur, dáumst að ykkur til hamingju með þetta málþing og til hamingju með þennan vitundamánuð og megi bara vitund okkar allra aukast og verða viðvarandi. Takk. Takk fyrir þetta, Heiða Björg, og þú ferð með sterk skilaboð á þessu fundi vonandi inn til stjórnarsamtaka íslenskra sveitarfélaga sem eru mjög mikilvægt samfélagsstig fyrir þessa þjónustu sem aðra í heilbrigðisþjónustunni til þess að verðmætin kom í ljós. Ég held að það hefur verið lykilsetningin í þinni ræðu að við þurfum að láta og leyfa verðmætunar í samfélaginu koma í ljós og ég hef talað við fjöldan allan af fólki sem hefur greinst með ADHD, nú síðast á fréttavaktinni á Hringbraut í gær og þar kom þetta lykilatriði fram að verðmætin kom í ljós, að maður svona tengist við sjálfan sig og afleiðingan verður svo að maður njóti sín miklu mun betur í lífinu. Þá er til mikils að greinast, fá meðferð og lyf til að bjarga lífum, eins og sagt er hér í auglýsingum ADHD samtökanna. En þá er komið að því að veita hvatningarverðlaun, formaður Vilhjálmur Hjálmarsson. Gæktu þér upp og gefðu blóm. Já, hvatningarverðlaun ADHD samtökanna 2022. Það er ekkert leiðilegt. Hvatningarverðlaun ADHD samtökanna eru veitt einu sinni á ári, hverjum þeim sem með mikilsverðum hætti hefur lagt sitt fram til að bæta lífsgæði fólks með ADHD á Íslandi. Og verðlaunin má veita til einstaklinga, félagasamtaka, fyrirtækja eða hverskins lögaðila. Á síðasta ári voru hvatningarverðlaunin veitt í fyrsta sinn, þau hlaut Urður Njarðvík, prófessor við Háskóla Íslands, sem svo sannarlega var vel að þeim komin, vel að viðurkenningunum komin vegna rannsóknarstarfa sinna sem beinst hafa því að bæta hag barna og fullorðna með ADHD. Mér skilst að hún hef ekki átt heimagætt í dag, þannig að hún er ekki á staðnum. Þetta árið ákvað stjórn ADHD samtökanna að horfa til annarra þátta. Börn og unglingar með ADHD glíma í mörgum tilvikum við lágt sjálfsmat, skerta félagsfærni og fleira sem til dæmis getur komið í veg fyrir að þau njóti sín í fjölmennu tómstundastarfi eða leik með jafnaldrum. Og yfir vetrartímann hafa ADHD samtökin, sem og aðrir aðilar, staðið að margvíslegum námskeiðum sem vinna með þessa þætti. Á sumrin hefur framboð á slíku starfi þó verið eitthvað takmarkað. Undantekning hér á er það mikilvæga frumkvöðlastarf sem rekið hefur verið í Vatnaskógi undir merkjunum Stelpur í stuði og Gauraflokkur. Frá árinu 2007 hefur KFUM og K staðið fyrir sumarbúðum fyrir stráka og stelpur með ADHD og skyldar raskanir. Það skapast tækifæri fyrir mörg börn að fara í sumarbúðir á eigin forsendum þar sem þeim er mætt á uppbyggilegan og jákvæðan hátt. Áherslan hefur frá upphafi verið lögð á að mæta þörfum þessara barna á sem bestan hátt og koma til móts við þær áskorunir sem börnin mörg hver glíma við í daglegu lífi. Í því samhengi hefur verið stuðst við ráðleggingar fagfólks við skipulagningu sumarbúðanna til að gera dvöl barnanna eins ánægjulega og auðvelda og hægt er
svo sem með því að aðlaga hefðbundna dagskrá sumarbúðanna, þjálfa starfsfólk ásamt að viðhafa skilgreind viðbrögð og aukinn sveigjanleika í nálgun við börnin. Það virðingavert að hafa farið af stað með verkefni sem þetta, sérstaklega fyrir börn með ADHD, og hvatning til annarra sem starfa á vettvangi barna, hvort sem innan skólakerfisins eða í samhengi við íþrótta- og tómstundastarf. Jafnframt má geta þess að ýmislegt úr þessu starfi KFUM og K er hluti af þeim grunni sem mótaði námskeiðaröð ADHD-samtakana, TÍAN, þar sem starfsfólk tómstunda og íþróttahreyfinga fá sérstaka kennslu gagnvart því að vinna með krökkum með ADHD og skildararaskanir. Og nú, 15 árum síðar, hafa fleiri aðilar fylgt fordæmi KFUM og K, svo sem sumarbúðir Reykjadals í Háholti og óskandið að frambóðið eigi bara eftir að aukast. Af því að ADHD-samtökin ætla að vinna með pólitíkinni, alþingi, sveitarfélögunum, og af því að ég ætla að vinna með lykilflokki eins og Heiðu Björgu, þá ætla ég að biðja að koma hérna og aðstofa mig við framhald af þessu. Fyrir hönd ADHD-samtakana er okkur sönn ánægja að kynna KFUM og K sem handhafa hvatningaverðlauna samtakana árið 2022 fyrir gauraflokk og stelpur í stuði. Og því til staðfestingar þá vil ég biðja fulltrúa KFUM og K að koma hér upp. Þetta félag á eða nú sitja þetta í horni. Endilega komið til okkar. Og ég bið að taka við þessu heiðuskjali, þessu til staðfestingar, ásamt málverki eftir Hallgrím Helgason, sem að listamaðurinn lagði til í tilefni dagsins. Þú erum að afhenda mér, þú múst halda þessu. Við getum að standa hérna undir þessari mynd saman með þetta. Það var okkur sitt hvor megin eða? Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Alls ekki búin að undirbúa neitt sko, en herru, við erum bara auðvitað mjög þakklátt fyrir að geta haldið út í sérstöku sumarbúð fyrir börn með ADHD. Það er gaman að hitta þessi börn þegar þau mæta á svæðið mörg að fara í sumarbúðir í fyrsta skipti og jafnvel að gista heiman í fyrsta skiptið. Við sjáum oft litla sigra og líka stóra hjá börnunum sem koma oft heim eftir dvölina nokkrum númerum stærri en þau voru áður. Þegar komið til byggða fara mörg þeirra að velta fyrir sér hvort þau geti komið aftur á næsta ári. Við höfum alltaf haft að leiðarljósi að mæta þessum börnum á skilningsríkan hátt og halda skömmum í algjöru lágmarki. Hins vegar er ramminn skýr og reglurnar fáar en mikilvægar. Fyrir sum reynist það erfitt en flest detta inn í ramman innan sólarhrings. Þá höfum við reynt að hafa fyrirsjáanleika mikinn og dagskrána sjónræna fyrir þau. Það getur verið ótrúlega gaman að gefandi að starfa með börnum með ADHD. Styrkleika þeir eru oft miklir og eru þau sérstaklega hugmyndarík og skapandi. Kæra þakki fyrir þessa viðurkenningu. Þetta er sannarlega hvatning fyrir okkur að halda áfram. Takk fyrir okkur. Innanlega til hamingju, verðskuldað og takk fyrir ykkar góða starf. Megi fleiri fara ykkar fordæmi út í samfélaginu og taka vel á móti okkar fólki, okkar börnum sem þurfa á alls konar hvatningu að halda. En þá er komið að
læknisfræðinni. Við ætlum að kynnast því sem Haraldur Erlendsson geðlæknir segir ADHD ekki til. Hafi einhver ekki verið með athyglinni lagi þá náðist núna. Gjörðu svo vel. Takk. Ég slætið mér á. Já, það er. Já. Það bara næsti. Já. Þarna er það. Ok. Já, bara fundarstjóri, góða gestir. Takk fyrir að bjóða mér á staðinn. Ég hef búin að vera með dellu fyrir þessu enda sjálfur með ADHD og byrjaði að sinna hérna fólki með ADHD. Rétt fyrir aldamótin þá var ég að vinna á barnadeild og hérna fengum mikið inn af óþekkum krökkum og reyndum að meðhöndla og greina það með ADHD en það gekk lítið. Það vil ekkert að segja. Þegar foreldrarnir voru verri. Þannig að minn yfirlæknir sagði Haraldur bara þú tekur fullorðna og þá hlýtur þetta að reddast og þá virkilega fór að breytast á heimilunum. Sko. Þannig að það er orðið nokkur ár síðan ég fór að sinna fullorðnum. En auðvitað ADHD ekki til. Það hefur verið sko, eiginlega bara skoðun opinber aðilega bara mjög lengi. Í Bretlandi, ég man ekki, þetta orðið, þar sem ég náttúrulega starfaði lengst, þetta orðið kannski 15 ár næstuð síðan það fór opinberlega svona að samþykkja þetta meðhandla fullorðna og ennþá styttra hjá okkur. En þannig að það hefur verið svolítið á brattan að sækja að fá þjónustu fyrir alla en enn meira fyrir fullorðna. Ég geng svo langt að segja sko þetta er eiginlega ADHD vandamál. Það sé að bæði ríkisstjórnin og embætti hérna ráðuneytis og allt kerfið er með mótþróa fyrir röskun. Það vill ekki taka breytingum. Og þannig að það er nú sko svolítið mikið í þessu og það er náttúrulega eins og kannski að minnst ég náðan að kannski stærsti þröskuldurinn er fordómar varðandi lyfjagjöfina og sem er kannski ekki alveg á röngu en þarf að skilja svolítið að þetta eru lyf sem hjálpa. Jú, þau eru bæði dýr og geta valdið fíkn eða allavega fíknisjúklingarnir geta misnotaði. En svo eru náttúrulega nýjar rannsóknir sýna að fíknisjúklingarnir eru yfirleitt allir með ADHD og eru heldur skárri á meðferð. Þannig en embætti landlæknis hefur sett á reglugerð að ef þú ert með fíkn þá færðu ekki meðferð nema búin að vera 2 ár edrú sko, sem er öfugt við erlendar ráðleggingar. Þannig að það eru fordómar alls staðar. Kollega mínir eru ekkert mjög spenntir. Þeir eru hættir að fá að vinna vinnuna sína. Þeir fá svo langan biðlista af fólki sem vil fá ADHD-greiningu og meðferð. Þeir hundleiðist þetta. Og svona fjölmiðlarnir þá það sé náttúrulega að breytast og líka hjá almenningi eins og við heyrðum áðan sko, mjög góð auglýsing sem var akkúrat döfuð, mamma akkúrat að gefa mig dóp. Þetta er einmitt málið sko, það eru svo neikvæð afstæða til meðferðinnar. En ok, eins og búið að vera að segja hérna endurtekið sko, þetta snýst auðæfi einstaklingarna og þjóðarinnar og það sé kannski þið gerir ekki grein fyrir að nánast allir sem bera af í þjóðfélaginu eru með ADHD. Því að til þess að bera af þarf það að verða dellumeistari og það er engin dellumeistari nema sem með ADHD. Sko, og þeir sem fá dellur, þeir fá ofureinbindingu, þeir eru fljótar að læra hlutina, þeir sinna því betur en nokkur annar. Þannig að hafa ADHD, það er snilligáfa. En málið er að sumir fá full mikið af því og get ekki notið sín. Sko. Þannig að það er bæði og. Ef þið ætla að leita einhverjum hópi þar sem er sko mikið af ADHD, þá farið bara upp í háskóla og tala við prófessorana. Þeir eru allir með ADHD. Ég vann lengi í Bretlandi og var að sinna, vann tíma upp í Yorkshire og þar var ég að sinna prófessorunum í Leeds. Því að þeir sko voru sko dellumeistarar, voru að rannsaka allt mögulegt, ægilega spennandi sko. En þegar koma fram á vorið, þá þurfti að tryggja að kemur peningar inn á deildina að gera meiri rannsóknir. Það þurfti að fylla út beiðnir og umsóknir
Og það var náttúrulega bara svo leiðilegt, þeir bara gátu ekki nema síðasta daginn. Þannig þeir komu alltaf til mín til þess að fá meðferð í 1 mánuð. Til þess að þeir geti þá fengið að vinna í friði næsta árið, sko. En bara eins og málið hérna með biðlistuna, sko, þetta greiningin lykilatriði að fá meðferð. Og það eru rosalega þröskuldar af þessari greiningu af pólitískum ástæðum. Líka framkvæmdarlega séð, sko. Þannig að leiðbeiningar landlæknis sko, miðast að því að tryggja það að fólk sem ekki með ADHD fá ekki meðferð og til þess að reyna að tryggja það að þessi lyf sé ekki seld á svörtum markaði. Og auðvitað það sko göfu hugsjón, en það göfu hugsjón sem veldur miklum skaða. Og þetta einmitt bara með sko almennt með eiturefni og fíkniefni í þjóðfélaginu, að það búið að sýna sig í meira en 100 ár að haftastefna besta leiðin til að markaðssetja eiturlyfin. Sko hún hjálpar alls ekkert, hún gerir bara verra. Og nú eru náttúrulega sko bara reynsla til dæmis í Portúgal og Spáni þar sem að búið að afglæpavæða sko eiturlyf. Og það bara minnkar notkun á eiturlyfum 80%. Sko bara að markaðssetningin byggist á því að þetta sé ólöglegt. Og eins og mjög skemmtileg sjónvarpsþættir hafa sýnt sko hér á landi að það fljótlega að panta hvaða eiturlyf sem heldur en pizzu. Það bara alveg saman hvort þú ætlar að fá amfetamín eða kókaín eða heróín eða ADHD-töflur. Það tekur ekki meiri 15 mínútur að fá það út peningana, þá bara nánast heimsett strax. Þannig að þetta haftastefnan alltaf að tryggja rosalega góða þjónustu á þessu sviði sem við heldum alltaf fíkninni, sko. Það með að hafa, eins og ég sagði, áhyggjur svolítið af þessum lyfjum og það ekki alveg að ósekju. Þessi lyf sko geta virkað illa ef að fólk illa statt eins og með alvarlegt þunglyndi eða örlæti eða með geðrof. Og ef þú ert á þessum lyfjum, þegar þú verður mjög þunglyndur eða fer mjög hátt upp, þá getur það alvarlega veikur. Þannig þessi lyf bæði virka ekki og virka illa þegar menn á vondum stað. Þannig menn þurfa að kunna að fara af lyfjónum þegar þeir verða veikir, sko. En það á ekki endilega að koma í veg fyrir að fá ekki lyfin. Þetta til dæmis eitt af þessum sko grunnreglum sem ég lærði í mínu námi og það var ef fólk með geðrofssjúkdóm þá var aldrei að fá þessi lyf. En ég vann sko í 7 ár í Bretlandi með erfiðustu sjúklinga á Bretlandi og var réttargeðlæknir með sinna fólki í lokuðum deildum þar sem það jafnvel var nokkur ár. Þetta var það sem ég kallaði afreksfólk. Ég sagði alltaf við mína skjólstæðinga að þau væru afreksfólk því það væru mjög fáir sem fengju 20 milljón krónur á ári fyrir flotta þjónustu. Þetta voru afreksfólk, sko. En það sem var eiginlega sameiginlegt öllum var það, voru allir með undirliggjandi ADHD og allir búin að reyna að hjálpa þeim í 20 ár, gagnaði bara ekki neitt. Svo komið til mín og fengu ADHD-greiningu og rulluðu við meðferðinni. Og oft bara eftir 1 ár var bara fólk að standa sig, en þá var það útskrifa það til annarra þjónustu og þau tók að þeim lífið og var mér kennt að einhverju versnu aftur. Þannig að þetta var nú svona mín fyrsta leksi að meðhöndla þetta. Ég kem að því á eftir sko rifrildi með varðandi greiningar. Málið að, ef ekki bara segja það, að 75% fólk sem með ADHD fær ekki greiningu, ekki að þau kemst ekki greiningu, að því að mætir ekki greiningaviðmiðum. Og það að því að greiningaviðmiðin eru röng. Og ég kem að þess aðeins og eftir og þetta bæði varðar unga fólkið og fullorðna fólkið. En góðu fréttirnar að þegar þú kemst á meðferð þá breytist lífið mjög mikið. Ef ég leyfi mér að vera svolítið neikvæður út í mína starfsstétt, að nánast öll lífin sem við gefum, þau gera þau svolítið þroskaheftan. Þau gera það hægari og þyngri og slá niður hormónin og náttúrulausan og svo framvegis. En ADHD-lyfin í þessum nýja flokki sem að koma á markað, sem að bæta tilfinningagrindina.
Þannig þetta ekki bara að þú komist í verkin og hafi betri einbindingu. Því að eitt af aðal vandamálum ADHD ekki einbindingarskortur, það tilfinningarskortur eða tilfinningarstjórnarskortur eða skortur á að heiðra sína tilfinningar. Og þetta það sem veldur þunglindi og kvíða, áfallastreitu og þunglindi og kulnun og glæpum og eiturlyfjanótkun og svo framvegis og framvegis. Það þessi skerta tilfinningarstjórnun sem þú býr með í æsku og verður verra úlingsárum og fer svo í steypu þegar þú átt að fara út í lífið, sko. Þannig að þetta nú eiginlega lykilatriði. Við köllum þetta athyglisbrest, nafnið náttúrulega bara út úr kú, bara bull. Því að stór hluti þeir sem eru með athyglisbrest eru með betri en einbindingu þetta gengur og gerist. En bara undir vissum kringumstæðum, sko. Og það kannski nýja nafnið með ADHD bara einfalt orð. Það meiri breytileiki. Alveg eins og við heyrðum hérna í byrjun. Að samþykkja við erum bara svolítið breytileg, en ADHD fólki bara meira breytilegt en allir hinir, sko. Og það alveg sama hvort það við hreyfiþörf, of mikið að lítið tilfinningatjánið, of mikið að lítið að hugsa og spá í hlutina, of mikið að lítið, eða eru leitandi og spyrjandi og eru með trúar eða heimspeki þarfir. Þetta fólk annarkvort öðru hvoru megin eða báðu megin í of og van, sko. Og það þessi breytileiki sem lykilatriði að skilja, og það svo margt við ADHD sem ekki komin inn í greiningarkerfið, og eitt af því til dæmis tilfinningarstjórnin, meiri dagsveiflur eða vikusveiflur í lund. Þetta ekki eins og í greiningarskilgreiningunum og einmitt hjá konunum þar sem að greiningan gengur illa, og það af því að þessi þáttur ekki inni. Þetta meira vandamál hjá konum heldur en körlum. Ekki bara, kallandi geta verið helvíti slæmi líka og sérstaklega á heimili, sko. En ok, þannig að bleiki fíllinn í herbygginu náttúrulega bara ADHD. Það og það hefur verið sagt að ADHD sé dýrasti, stakasti sjúkdómur í heiminum. Það ekkert sambarlegt sem veldur miklum þjóðfélags- og einstaklingsskaða. Ef við hugsum bara slysinn, við hugsum fíknisjúkdómana, glæpina, minnst okkur til 80% af þessu eru ADHD. Tala nú ekki að detta út námi og skilja og lenda í alls konar vandræðum. Þetta ADHD sem undirliggjandi. Það var minnst þarna á sjálfsíðin áðan, það sennilega mjög vanmetið áhrif ADHD á sjálfsvíg. Ég með fjölskyldur, þar sem eru kannski 8 manns í fjölskyldun sem það drepi sig, og aðalega út af því ADHD ekki greint. Því á vondum degi, þegar allt í kassu, þá lifir ekki á nóttinu. Af því þú höndlar ekki að standa undir þessum erfiðu tilfinningum. Og þessna í þessum fjölskyldum bara lífsspursmál að allir fari í greiningu, ekki bara þeir sem kannski hafa það, heldur allir. Þetta bara eins og greini einhvern með alvarleg gen sem að ýta undir krabbamein. Þannig að í þessum fjölskyldum verða allir að fara í skimun. Svo koma hérna nokkra myndir. Þetta með slysinn. Auðvitað þurfa börnin að detta og meiða sig til þess að þroskast. En slysinn, og ekki bara slysinn, heldur klaufskan, eitt af það sem að einkenna fólk með ADHD. Auðvitað sumir með ADHD fá dellu fyrir ykkur hreyfilistum og verða flottar en aðrir, en hreyfifærnin of skert. Fólk hálf heyrnalaust, svo fer það í heyrnarmælingu og ekkert að. Og hváir alltaf, heyrir aldrei fyrstu 1-2 orðin í því sem fólk segir. Hvað segja? Og það ekkert heyrnartæki sem dugar, Og meiri hluti fólk sem með ADHD, það næri ekkert að sofna á kvöldi. Kannski sofna klukkan 5 undir morgun og svo fara að vinna klukkan 8 og bara eins og ég kalla þroska þetta fram yfir hádegi. Og ég með nokkra svona sem eiginlega ekki vaknaði fyrir 1 eða 2 liti en búin að vera í vinnu frá 8. Og svo alltaf glæpinni, því að þetta fólk fær skammir og eru letingjar og óþekktar ángar og aumingjar og með náttúrulega mótor og röskun, og vex upp bara fullt af hatri og reiði og auðvitað fyrir þetta í glæpastarfsemi. Það væri hvergi vinnu, það svo óþekkt, Þannig að þetta það sem að skeður, og svo náttúrulega bara á vinnustað og heimilunum, þá
þá eru samskiptin erfið því að það náttúrulega með úlingana sérstaklega sem lenda í einelti að þeirra sko líkamstjáning og þeirra raddbeiting alveg á skjön við úlingana og jafnaldri halda að þeir séu bara reiðir og pirraðir og séu á móti öllum en þeir bara kunni ekki samskipti og þeir lenda í einelti bara vegna misskilnings og svo náttúrulega á fullorðinsárum að þá menn að sko mjög lélegir að lesa eigin tilfinningar og algjörlega vonlausir að lesa tilfinningar annarra og eru alltaf miskilja allt sem sagt taka allt á verri veg fer allt í steypu sko vinnustöðum með vinnina og svo framvegis sko svona heimilisofbeldi og ég nú sko það var nú að gera grín akkur en mamma ekki að gefa mig dóp en ekki pabbi sko og ég bið afsökunum fyrir kallmennina hérna því að það vita náttúrulega allir að það miklu meira heimilisofbeldi frá konum það bara ekki endilega líkamlegt þær eru bara miklu grimmari heldur en kallmenn en auðvitað náttúrulega alvarlega mikið af kallmennum með sko mikla skapristi og missa gjörsamlega tök á sér og það náttúrulega afleiðingarnar sjáanlega. Svo má kannski minna á hina hliðin á ADHD sem einhverfurófið sem ég kalla nú bara eitt andlit ADHD þeir sem eru viðkvæmir fyrir áreiti þola ekki erfiða vinnustaði og hávað og læti þurfa sína á rútunu, höndla ekki breytingar. Þetta bara stór hluti af ADHD og þetta fólk þarf að virða það hefur sérstaka hæfileika en það þolir ekki allt vinnuumhverfi og það kemur oft til mín að því að bara í vitleysu vinnuumhverfi. Við þurfum að aðlaga okkar eiginleika, okkar kosti og styrk að okkar vinnuumhverfi og ég sé svo mikið sko fjölskyldur sem eru kannski komnar með 2-3 börn og kannski bæði með ADHD einhverfu og svo börnin með ADHD heimili allt í steypu það fólk bara komin í kulnun sko fyrir fertugt og þetta fólk sem á kannski bara eiga eitt barn af því að höndlar ekki sko stóra fjölskyldu það fer allt í steypu sko en sko við segjum sko ef við sjáum illa þá þykir ekkert mál að fara í búð og kaupa sér gleraugu en ef þú ert ekki með andlega góða sjón það segja með ADHD þá átt ekki rétt á gleraugu þú átt ekki rétt á lyfjum sem koma þér á betri stað ég ekki komið fram með tíma nei, ég góður? Ok þannig að ég ætla aðeins að fara í notkun lyfjana þannig að landlæknisembættið sem fylgist grannt með þessum málum þú fyrirgefið það ef einhver hérna frá embættinu að ég tali illa embættir en sko þeirra leiðbeiningar og þeirra áhyggjur af meðferð eru óverðskuldaðar sko það bara ekki rétt sko þeir hafa gefið út reglulega skýrslu það 1-2 ára gömul sem sýnir að sko börnin það komið kannski 2,5% á meðferð og fullorðnir kannski 2,5% og þeir skrifa þessi ágætu grein að algengin kannski bara 3-4-5% sko. Þannig að þeir telja þetta nú séu alveg konum mörkunum, það allt og hröð aukning á þessu, þetta bara alvöru mál sko. En sko, og hérna sjáðu tölurnar með mismunandi aldurshópa, þetta eru börnin sko, það eru kannski komið upp í 6%, síðustu tölur, sem að hækka það eins og semur ára. Og eru það í mikrofónu? Já, við gefum. Nei, ég skal halda mig við mikrofónin sko og horfa á sko, svo sjáu þið hérna úlingana, nei ég er góður, með úlingana, yngri úlingana sko, þeir eru sem betur komnir sérstaklega með strákana upp í 16%, sem sko mikill árangur, því að sennilega algengi ADHD hjá börnum kringum 16%. Þetta greinir náttúrulega fyrst og fremst hjá strákunum að því þeir eru óþekkir og það ber á þeim og þeir hætta að læra og þeir eru með ofbeldi eða eitthvað svoleiðis. Stúlkurnar hins vegar miklu algengar að þær eru einhverfurófinu, þær eru prúðnar, þær eru með fullkomna áróttu og svo verða hormónin kikka inn, þá verða sumar alveg bara miklu ójafnvægi, tilfinningalega ójafnvægi og fá jafnvel ádröskunum framvegis. Og þetta er hópur sem við miklar á að gera, fær ekki greiningu, það mætir jafnvel ekki greiningar skiluðum. Því þeir sem eru með fullkomna áróttu, þeir skora mjög lágt á ADHD greiningarlistónum. Því það hefur fullkomna átt verið svona ansvar við þessari óreiðu, það hefur verið að reyna að stjórna þessu alveg hérna og þá fer allt í steypu sko. Þannig að þetta er vandamál hjá stúlkunum. Þetta er þessi hræðilega skýrsla hjá sko yfirlit með okkur og Bandaríkin og svo eina þjóðurna sem eru miklu betri en við sko, að við erum svo ljót, við erum eins og Bandaríkjamenn, við erum að gefa börnunum dóp. En þetta er ekki nema þriðjungurinn af þörfunni.
Þetta er ekki nema þriðjungurinn af þörfinu og kannski er þörfinu miklu meira. Ég kem að því, hérna, það eru nýja rannsóknir sem eiginlega að steypa þessu alveg á hvolf, sko. Þetta er nýja rannsóknir hérna á kostnaði að lifa með ADHD. Það eru það alveg rosalega tölur. Og þarna er ekki verið að mæla allt sem raun og veru þarf að mæla. Þetta eru bara smápeningar. Kostnaðurinn því miður er of hár í þjóðfélaginu. Sko amfetamín og metilfentat, þetta kom á markað fyrir löngu síðan og þetta ætti að kosta, já, eiginlega bara 5 krónur taflan, sko. Ef þetta væri framleitt á Indlandi og við keyptum þetta bara frá Indlandi, kostaði þetta skíð og ingenting. En meðferðin í dag, hvort sem það er Elvans eða Concerta eða Midkinet eða Ritalin, þá kostar það, ekki segja, bara 600.000 krónur á ári. Og ef þú ætlar að setja 30.000 manns á Íslandi á meðferð, þá eru þetta bara rosalegi peningar. Og þetta eru peningar sem slá upp í alveg þessna skaðatölur. En þetta eru náttúrulega bara svik. Þarna eru lyfjafyrirtækin raunum bara að græða óheyrilega á þessari meðferð. Við getum núna sett fólk á samheitalyf og það sem ég reyni alltaf að gera, setja alltaf á metilfenidat samheitalyfi. Þau kosta ekki nema 1/10 að meðferðinu, kosta alltaf allt og mikið, en þau kosta þó minnst okkur 10 sinnum minna heldur en hinn. En það fyrir miður dugar það ekki alltaf og fólk lendir kannski á einhverjum öðrum lyfjum. Þarna er partur af vandanum. Ekki bara það sem landlæknir hefur áhyggjur, en þetta er það sem kannski ráðuneytið hefur áhyggjur. Það er náttúrulega stór mál að við erum að kosta 20 milljarða í að borga bara fyrir lyfjameðferðina. Því að lyfjameðferðin er bara byrjunin. Sko, við erum að tala lyfjameðferðin bara stíla komast við þröskuldin. Þegar þú komur meðferð þá ertu hæfar að læra mistökunum þín. Fram að því eins og margir vita hér, þá gerur þau mistökin og svo gerur þau aftur og svo gerur þau aftur og svo gerur þau bara aftur og aftur og aftur og aftur. Og það alveg þó vitur og allir sem segir að hætta því, þá bara getur það ekki. Byrjar á lyfjánum, þá ferð að gefa þér svolítið andrými að hugsa aðeins að þú gerir hlutir. Þannig að hérna. Það sem er kannski vandamál með ADHD og hefur haft áhrif á að menn trú ekki alveg á að þetta sé til. Sko í læknisfræði er bara þessi ágætaregla, ef við búin að skilgra einhver sjúkdóm og einhver kemur til með vandamál, þá er hann bara með eitt sjúkdóm og þetta er sjúkdómurinn. En vandamálið með ADHD er bara eins og höpp á hjóli. Þeir sem eru með ADHD eru með pakka vandamálum og þetta er búið að vita alveg í meira en 100 ár. Þetta var það sem var kallað fyrir 100 árum skizofrenía. Það þýðir reyndi að vera allt annað í dag, geðrófssjúkdómur. Skizofrenía meinti að þú var svolítið fjarlægur eigin tilfinningum. Svo kom hugtaki borderline personality eða jaðarpersónuleika röskun sem raun og veru ekkert nema bara ADHD plus áfallasaga, sko. En málið er að ástæðan þetta var kallað jaðarpersónuleika röskun var að jaðraði við allt annað. Það voru bara hópur eins og sjáðu hérna á listanum. Það er hópur af sjúkdómum sem að tengjast þessu og í mínu fagi þá er bara meiri hluti þess að koma inn á sjúkrahús eða til geðluna eru með ADHD og þeir eru með þessa geðsjúkdóma yfirleitt út þegar ADHD er ekki meðhandlað. Þannig að það myndi vera bylting að það væri bara fyrsta próf að komast inn í þjónustuna er að fá greiningu ADHD og svo getum við skoðað hitt seinna. Þetta er bara málið og svo náttúrulega vitum við eins með fíknisjúkdóma að það er minnstakosti 5-föld algengi á ADHD heldur ekki almenningi og þá erum við að tala um gamla greiningakerfi sem er sennilega minnstakosti 3 sinnum á veikt. Þannig við erum að tala um að þetta er hjá þeir sem eru að glíma við alvarlega veikindi á ýmsum sviðum, hvort sem er á Litlahrauni eða á Vogi eða á geðdeildinni, að þar er ADHD bara stóra vandamálið. Þú verður að segja mér þegar ég búinn. Þetta er nú bara sýna, sænska rannsókn sýnir, þetta er ekki bara geðheilbrigðismál, það er fullt af líkamlegum vandkvæðum sem fylgja, taugasjúkdómar, lungnasjúkdómar, vefjagigt og svo framvegis og svo framvegis. Það er fullt af sjúkdóm sem tengjast ADHD sem þarf að sinna. Þetta er arfgengur sjúkdómur, en það sem við erum átt okkur á og menn hafa ekkert skilið fram að þessu, stóra rannsóknar sem fyllt er fólki niður generasjónunar, alveg sama hvort þú eru með skizofreni, geðklofa eða bípólasjúkdóm eða ADHD eða þunglyndi eða kvíða eða eitthvað. Þetta er algjörlega ósérhæft þegar kemur að arfgengi og það er alveg ljóst með erfðarannsóknum
Það farið að kalla það G-faktor. Það einhver undirliggjandi þáttur sem veldur þessu öllu. Þetta ekki sérhæft. Það nánast auka atriði á hvaða máta þetta kemur út. Þannig við þurfum að skilja það. Þetta bara eitt mengi og ADHD bleiki fíllinn. Hann eiginlega stóra máli og það skiptur höfumáli fyrir geðheilbrigði að meðhöndla ADHD. Þessar nýjustu rannsóknir sem vera eru orðnar 5 ára gamlar, hvernig þetta kemur út. Þetta kemur út í JAMA, Journal American Psychiatry, kemur út fyrir nokkrum árum, 2016, sem sýnir það annars vegar. Það eru 2 fordómar, að krakkar með ADHD, þeir verða allir góðir, þeir eru fullorðnast. Og rannsóknir eru mjög flottar sem sýna það. Jú, það meira en 80% sem eru fínir. Nú kemur bara í ljós, þeir fullnægja ekki lengur greiningareinkennum, en þeir eru jafn veikir og þeir sem fullnægja greiningareinkennum. Þannig að þessi mælikvarðar sem við notum við að mæla hvort að ADHD lagast, það bara ekkert að marka það. Þetta snýst miklu betur og þess vegna núna komið til þessi DIVA-prófið. Við erum með þrenns konar próf, við mælum athyglisbrestinn, við mælum árvitnina og svo mælum við hamlandi einkenni. Og í gamla dag þurftum við bara að uppfylla minnst 5 einkenni á annarkvort ofvirkni eða hvatvísi, en nú kemur bara í ljós að þetta skiptir miklu minna máli. Þú mátt vera undir mörkum fyrir þetta allt ef þú ert með alvarlega hamlandi einkenni. Þess vegna þetta komið inn í Ísland 10 og þetta aðalmálið. Hvort þetta að trufla námið eða vinnuna, hvort þetta trufla nánusamskiptin, félagslífið, frítíman eða sjálfsmyndina. Það bara aðalatriði. Hitt svo með að greiningu með ADHD á fullorðnum, þið geti strítt kollega mínu sem kemur hérna á eftir. Því að hann alltaf tekur við þjónustun sem verið á Landspítalanum og þar fær engin greiningu nema hann hafi haft ADHD einkenni í æsku. Þetta náttúrulega alvarlegt mál og þeir eru 80%. Skilur, þannig að við erum í vondum málum þarna. Ég ætla að fara að stytta mál mitt, en þannig að greiningarvandinn mjög alvarlegur en svona góðu fréttirnar eru kannski það. Alvarlegstu máli að hvað hvorki til peningar eða mannafli til að greina ADHD og kannski verða aldrei. Þetta svo dýrt og heldur ekki til peningar til að borga lífi. Þannig að ef við ætlum að veita þessa þjónustu þá þurfum við að fara nýja leiðir og bara til að hvísla að ykkur. Ég að skoða nýja leiðir með ráðuneytinu sem gæti breytt algjörlega stöðinni. En þetta bara í stórum vandum. Ég að hlæja þessari nafni á ráðstefnu 1260. Það ætti eiginlega að vera 30.000 á biðlista. Það væri miklu nær. Þetta eiginlega bara út úr kortinu. Þannig með nýjustu vísnum, nýjustu þekkingu, þá þetta bara allt annað. Og ég var að leggja einmitt við stjórnina að stjórnin ætti að búa til góð kerfi til að skrá biðlista eftir þjónustu, bæði hjá börnum og fullorðnum og taka eitthvað svona pungapróf í ADHD, þar sem bæði talið einkenni líka skoða þessu hamlandi einkenni og nota þetta sem vopn við kerfinu. Því að annars, ef við söfnum ekki upplýsingum, þá getum við þetta ekki. Bara takk fyrir mig. Engar áhugavert erindi, Erlendur, bestu þakkir og til hamingju með blómin sem við getum bætt á okkur endalaust. En það einstaklega áhugavert fyrir mig að koma hér og kynnast þessu og mjög mikilvægt að fólk í fjölmiðlun eins og ég kynnist þessu vegna þess að eins og Erlendur gat þá eru fordómar gagnvart ADHD og margvíslegum röskunum mjög víða í samfélaginu, þar í fjölmiðlum sem ættu kannski einna helst að ganga fram fyrir skjöldu og afnema, úthýsa fordómum vegna þess að megin hlutverk fjölmiðla vitaskuld að vera upplýsandi og fræðandi og afhjúpa samfélagið í raunmynd sinni. En það komið að næsta erindi. Ég þarf að setja upp gleraugun vegna þess að titillinn svo langur. En viljum við betra líf verndandi áhrif greiningar, meðferðar og lyfja vegna ADHD. Og talandi ADHD, þá
að gera skrási hér í félagið frammi og leggja með því sitt lóð á vogarskálarnir, leggja félaginu lið. Það er auðvitað hægt með því að festa fingur við penna og skrifa nafn sitt á þar til gert blað hér frammi. En við skulum bjóða þessu næst Önnu Töru Andrésdóttur doktorsnema hingað upp í pontu til að fjalla erindi sitt, vilji við betra líf. Ég vona að svari við því hér innan þeirra í öllum tilvikum já, en gjörum svo vel. Jæja, átti ég að kunna skipta glærur eða hvað? Flott, takk kærlega. Ég heiti Anna Tara Andrésdóttir, gaman að sjá okkur öll. Og já, þannig að þetta stóra spurningin, viljum við betra líf? Það eins og kannski að það átti sig ekki margir á því að það sé rauninu spurningin þegar maður er að tala meðferðir og lyf sem er eitt stærsti þröskuldurinn eins og Haraldur sagði. Rétt svona bara að fara yfir algengi, að þá samkvæmt yfirlitsgrein að þá er algengi hjá börnum með ADHD 5,9% en hjá fullorðnum 2,5%. En svo er þetta ruglandi að því að CDC í Ameríku, þau eru með alltaf aðra tölur greiningar hjá þeim, að það er það 9,8% hjá börnum til taka reyndar alveg niður í 3 ára. Þannig ef maður skoðar tölur sem eru frá 6 ára, þannig að aðeins hærri, eins og sjáum við. Og svo tölur hjá fullorðnum 4,4%, þannig að þetta er tölur hærri heldur en rannsóknum og ég get ekki sagt ykkur nákvæmlega af hverju það er. Þannig að það deilum við eiginlega flest alla daga og ættum bara að halda áfram að deila held ég. Mér langar eiginlega líka að benda á virkni ADHD-lyfja er alveg mun meiri heldur en annarra lyfja. Þannig að fyrir þá sem ekki þekkja, þá eru örvandi ADHD-lyf með 2 virkefni í þeim. Þannig að það er annarkvort metilfenidat eða amfetamín og þetta atomoxetín er ekki örvandi ADHD-lyf en það er annað lyf sem í strattera og oft nota. Þannig að svo mismunandi lyf þá er oftast bara mismunandi hvernig lyfin eru gefin til að þau endist í lengri tíma og svoleiðis. Þannig sjáum við þetta áhrifastærðir, þannig að það er 0,78 og 1 á örvandi lyfjum, metilfenidat og amfetamín. En svo sjáum við á geðklofa þá er það 0,51, þunglindi, lyfið þunglindi er 0,32, lyfið áráttu og þráhyggju 0,44 og lyfið ofsakvíðaröskun er 0,41. Þannig að ég held að sé bara ágætt að hafa þetta í huga því að það er oft margir sem hafa kannski prófað mörg lyf og halda það er að segja lyfið öðru við þunglindi eða fleira og hugsa að það hafi ekki sérstaklega mikla virkni en það er allt annað þegar við erum að tala ADHD-lyf. Þau virka á miklu fleiri og miklu meira. Þannig að eins og Dr. Russell Barkley sagði þá er þetta meðhöndlanlegasta geðröskunin í geðlækningum sem ætti bara að vera góða fréttir en í staðinn fólk bara frekar ósatt við þá meðferð sem í boði. Já, þannig mér langar svolítið að fara bara svona yfir söguna því að þetta er náttúrulega kannski svona rökræða sem við erum búin að eiga svolítið lengi. Er það lyf eða er það aðra meðferðir? Og hér er þetta svolítið áhugaverð svona yfirlitsgrein sem að tók saman 54 rannsóknir, þannig að voru 7 útilokunar fæði, elimination diet, útilokunar fábreyttu fæði, skjálfur hvernig þetta og svo 8 rannsóknir á matarlitum, að taka það úr fæðinni, 11 rannsóknir á lýsi eða free fatty acid, 9 rannsóknir á hugrænni meðferð og 14 rannsóknir á hegðunarmótun. Þannig að þetta var allt saman marktækt til að byrja með að þetta dró marktækt úr ADHD-einkennum. En það sem þessi rannsókendur gerðu var að þeir tóku einungis rannsóknar þar sem voru blindaðar. Veit ég hvort allir viti hvað það er, en svo að þið vitið ekki hver er að fá meðferð og hver ekki til að koma í veg fyrir placebo-áhrifin. Og svo líka takmarkuðu rannsóknar þannig að fólk tók annarkvort engin lyf eða mjög lítið lyf til að það var ekki í rauninni bara að vera að mæla það. Og þá kom í ljós að það var ekkert eftir af þessum rannsóknum marktækar nema varðandi matarleit og lýsi. Og svona hefur deilan alltaf staðið lengi. Þannig ég veit ekki, þeir sem voru að glíma við ADHD kannski fyrir 20 árum vita kannski hvernig það var að prófa rosalega margt og áður maður fann eitthvað sem virkaði.
og voru ofsalega þreytt og prófa ofsalega margt. Þannig að þurfti rosalega mikið að svara þessa spurningu svona í eitt skipti fyrir öll. Hvað virkar? Og þá fórum við að stað með, eða var farið að stað með rosastóra rannsókn sem að eflaust margir þekkja, sem heitir MTA-rannsóknin. Og þannig að þetta var mjög dýr rannsókn. Þetta voru næstu 600 börn í þessari rannsókn og þau voru í 4 hópum. Ná allir að halda athygli á svona mikilli tölfræði og rannsóknar greiningu, eða hvað? Ykkur er alveg óhætt að spurja og grípa fram í og allt saman. Ég veit að það er erfitt að muna spurningar náttúrulega undir lokin og mér er bara gaman ef einhver vilja halda samræðinni gangandi. Já, þannig að voru 4 hópar barna. Einn hópur fékk lyfjameðferð einungis, annar hópur fékk hegðunarmótun og þetta var alveg sko mjög flott hegðunarmótun. Þau fóru í 8 vikna sumarbúðir þar sem að þeim var kennt alls konar tækni, foreldrarnir fengu mjög mikla kennslu, kennararnir fengu mjög mikla kennslu og svo að passa að þetta myndi alveg pottþétt skila sér inn í skólan, þannig að það var gert ráð fyrir því, en það var næstu svona eins flott og hægt til að vera alveg vissum að það væri ekkert að bregðast þarna. 3. hópurinn fékk bæði lyfjameðferð og þessa hegðunarmótun og 4. var samanburðarhópur en það þykir samt ekki siðlegt að halda fólki frá meðferð, þannig að þau fengu það sem er kallað community care, þau fengu bara að fara eins og í samfélagi hér og leita sér meðferðar sjálf. Og það tók alveg 1/3 af þeim lyf. Þannig að samanburðarhópurinn er ekki alveg núllstiltur, þau fengu einhverja meðferð. Niðurstöðurnar voru svolítið sláandi fyrir marga, að því að sko, allar meðferðirnar drógu eitthvað úr ADHD-einkennum, en það sem vakti athygli er að lyf ein og sér og lyf með hegðunarmótun virkuðu best, en það var ekki marktækur munur á milli hópana. Þannig að það gaf þetta kynna að það að bæta þessari rosalega stóra hegðunarmótun við lyfin, að það bætti ekki neinu marktækum árangri við, sem að gerði marga mjög reiða og sagan er ekki búin. Já, en hins vegar hegðunarmótun ein og sér og samanburðarhópurinn, þau höfðu svipuð mikil áhrif. Og þetta var sérst á ADHD kjarnaeinkenni. Það er athyglisbresturinn og ofvirknin og hvatvísin. En síðan hafði þessi hegðunarmótun áhrif á aðra þætti sem er ekki kölluð ADHD kjarnaeinkenni. En það voru til dæmis mótor- og þrjóskuröskunin og svona innri sálræn einkenni, internalizing symptoms og félagsfærni sem og samskipti foreldra og barna og árangri í lestri. Og þetta eru þetta alls ekki síður mikilvægt að glíma við. Og þannig að þetta er mjög vel þegið með hjálp við þessu. Fólk sem rannsakendur þessu var ekki sáttir, þau vildu fá öll gögnin og vildu endurreikna þetta með öðrum hætti og þetta er líka kannski til að sýna hvað ekki þetta er klippt og skúri í rannsóknum. Heldur skiptir þetta bara miklu máli hvernig þetta er sett upp og hvernig þetta er reiknað og það er alltaf einhverja breytingar á því en samt ekki of miklar. Þannig í heildina yfirlitið þá maður samt að ná svona einhverjum skilaboðum. Þannig að þessir rannsakendur, þeir skoðuðu takmörkuðu hópinn við að skoða bara þá sem voru með mjög mikil ADHD-einkenni og með sérstaklega einkenni við mótor- og þrjóskuröskun. Og í staðinn fyrir að skoða endurtekna mælingar og skoðuðu bara lokamælinguna þá sér maður líka stærri áhrif. Og fyrst voru niðurstöður enda ómarktækar. Það er að segja að þau enda sá ekki mun á þeim sem tóku einungis lyf og svo þau sem fengu lyf og hegðunarmótun. En þau tóku eftir því að gögnin voru mjög breytileg eftir landsvæðum og þeir drógu úr þeim breytileika til að fá skýrari niðurstöður og þá kom í ljós að hegðunarmótunin var marktæk og bætti við 12% árangri, þannig að lyf gaf 56% árangur og hegðunarmótunin með hífði það þá upp í 68. Þannig að, já, endilega. Vistu það? Þetta er bara rugl. Sem sagt, finnst þér einungis fyrstu niðurstöðurnar réttar? Þú mátt ekki laga úrvinnsluna eftir á. Nei. Af því að þegar menn gera þetta oft þegar taka outliers úr rannsókninni þess að fá betri tölur, en þá er þetta ekki tvíblind slembilöku rannsókn. Já. Þetta er bara, þannig eru menn bara ekki sátti við niðurstöðuna og reyna að finna að því þeir náttúrulega með sá sem standur bak við rannsóknina hefur áhuga á að sýna að
að móta hegðun hafi áhrif eins og við vitum með ADHD fólk er með að læra. Og það eru margar svipaðar rannsóknir sýna það að hegðunarrannsóknir duga með þær í gangi og daginn eftir eru búnar engin áhrif. Og það alveg eins og bara með hreyfingu. Hreyfing virkar daginn, en hún virkar ekki á morgun. Já, það mjög gott að kemur sér að þetta eru ágjörð því hvort það dugi í hvað langa tíma. Það er að segja að þú lærir einhverja hegðunartækni í einhverjum aðstæðum, hvort það svo nýtist í alvöru í lífinu. Og þá svona aðeins að koma í ljósindar að þegar að það er hjálp við það, þegar foreldrum er kennt meira allæmis að þjálfa þau í því og fleira, að þá er auðveldar náði yfir aðra aðstæður. En þetta er rétt, en svona í heildinni litið þá er kannski aðalpunkturinn sá að lyf virka best, hegðunarmótandi áhrif og fleira virkar og hjálpar kannski eitthvað fyrir ADHD kjarnenginni en aðalega líka fyrir aðra þætti eins og þetta með mótþróa, þroskaraskun og félagsfærni, svona skömmina og fleira sem er einhvað sem mjög mikilvægt. En þetta virkir langt best saman. En að því það spurja svo margir, get ég sleppt lyfjum og get ég bara verða að vera lyf. Og þannig að svari í rauninu bara, sko ef þú vilt sjá sem mesta breytingar, þá gefa þær sem mesta breytingar og þetta er persónulegt. Þetta er alltaf rannsóknir sem ná yfir allan hóp og þar er mismunandi hvað er best fyrir hvern og einn. En ég reyndar alltaf líka rétt að segja frá annar rannsókn sem reyndar að gera á leikskólabörnum sem er ótrúlegt og heitir PATS-rannsóknin og er líka nokkuð þekkt. Þannig að þarna voru 261 þátttakendur og þessi 3 til 5,5 ára börn eða svo, þau foreldrar fóru öll fyrst í þessa foreldrafærnisnámskeið í 10 vikur. Alveg öll. Og þau sem náðu ekki meira en 30% árangri, það er að segja að dró ekki meira en 30% úr ADHD-einkennunum, þau voru þá sett áfram í rannsókn á lyfjum, á örvendallyfjum. En mér finnst þetta líka áhugavert að sjá að þarna væru cirka 70% sem þurftu lyf, en svo cirka 30% sem var talið að þurftu þess ekki. Það er fullt fleiri þáttur sem koma þarna inn í, til dæmis var greiningin alveg rétt uppálega. Já, og margt sem mér finnst bara mjög gaman að tala meira, að rannsakendur, fagfólk og fólk sem er í klínikinni, fólk sem er virkilega með hendunar, að puttana á púlsunum, þyrfti að tala miklu meira saman og læra mikið okkur öðru og ég er mjög mikið áhuga á því að ég veit að greiðlega þekking sem fæst þar. Já, aðalega hvað var það greiningu, hver þarf hvað, þetta er alltaf spurningin, hver þarf endilega strax lyf og hver ekki og þetta veltur miklu leyti á því hversu fær greiningar og meðferðaraðilinn er og þess vegna vantar eiginlega mjög mikið meira af þeim, verð ég að segja. Ertu sammála, Haraldur? Já, en þannig ég setti þetta bara orðalega Russell Barkley líka með að svo krafa að foreldrar barna með ADHD fái öll foreldrafærninámskeið áður en þau fá lyfjameðferð, þá er þetta krefist þess að meðferð sem er árangursminni sé notuð áður en árangursmeiri meðferð er gefin og líka er ekki mjög auðfáanleg. En svona er þetta þegar maður talar allt fyrir hópinn, þannig að foreldrafærninámskeið áttu vel við suma en minni hlutan, já. Og svo varðandi fullorðna, The European Network Adult ADHD, þau gáðu út yfirlýsingu og þau segja í rauninni svona frá þessu að fyrst þá er að nota ADHD fræðslu eða psychoeducation. Þannig að það skiptir þetta gríðarlegu máli að skilja einkenni eða barnana sinna, líka, já, nú erum við að tala um fullorðna. Sérstaklega bara til dæmis til þess að meta hvort að viðkomandi þurfi lyf eða ekki. Það er talin einn helsta ástæða fyrir að fólk hætti á lyfjum er að þau hafi ekki neina skilning á ADHD-inu sínu. Já, og svo er varðandi öryggi ADHD-lyfja. Það er búið að rannsaka alveg ótrúlega mikið. Þetta er eitt rannsakaðasta lyf í heimi. Ég meina oft þegar lyf á markaðslyfi þá er bara framleiðendur sjálfur gert eina rannsókn á lyfinu en með ADHD-lyf var til allavega meira en 1000 rannsóknir að mörgum mismandi aðilum og það er alveg búið að skoða hvað getum við fundið, er þetta mögulega einhvern veginn hættulegt og það finnst afskaplega lítið sérstaklega ef að lyfinu eru notuð alveg rétt. Af því að hins vegar ef að lyfjaskammtur til dæmis aðeins og hár, þá getur það líka haft slæm áhrif. Þannig að aftur þá þarf mikið fagfólk til að gera þetta alveg rétt af því að lyfin eru mjög vandmeðfarin farin. Eru ekki góð ef eru ekki rétt úr skammti og ekki rétt lyf. Já, þannig að það er mælt með því sem meðferð nr. 2 og meðferð nr. 3 er hugræn atferlismeðferð en þau segja rauninni ekki verið næg vísindi til að mæla með því nema með lyfjagjöf.
að þannig virkja best og það á í rauninni við flestar meðferðir. Þannig að, já, þeim finnst ekki vera nægvísindi til að mæla með því einu og sér fyrir ADHD. Og svo ADHD markþjálfun sem að virkar mjög vel þó að sé mikil svona fjölbreytni á því hvernig hún þannig að það er svolítið erfitt að mæla hana, en allavega þá þegar þú færð góðan fagaðila að þá gengur það vel. Já, svo fer ég yfir í áhættuðan af því, já. Bara ein smá pæling, þetta vilja mér hérna fyrir það sem á netinu. Já. Glærunni þar á undan kom greinilega fram að það að skrefjast foreldra færni námskeiðs áður en börn frá lyfjameðferð sem krafa árangursminni meðferð. Svo kemur næsta glæra. Ég alveg sammála því að fólk sjálfsögða fræðast. Já. En það ekki skrítið jafnvel fyrir fullorðna að setja fræðsluna alveg örugglega á undan lyfjameðferðinni? Jú, það má alveg færa rök fyrir því. Ég alveg sammála því. En það fer eftir hvað fræðslan þá löng. Man lítur að þurfa allavega einhverja smávegis fræðsla að maður fer á lyfið, ekki? Til að skilja okkur maður fer á því. Ég bara algjörlega á því að maður á að fræða sjálfur, það á að fræða mann. Já. En kannski á maður að gera það meðfram lyfjameðferðinni. Já, en maður verður færar að og aldrei hætta því, ég ennþá að fræðast. Já, ég meina, það bjargaði mér að bara minn geðlæknir dældi í mig efni fyrir 20 árum. Já. Og ég held bara áfram. Hann ennþá starfandi eða? Hann nú orðinn heldur gamall. Vantar aðeins? Grétar Sigurbergsson. Ok. Já, þannig að það spurja flestir hver áhættan af því að taka lyf. En það spurja fæstir hver áhættan af því að taka ekki lyf. Já, og eru kannski ekki margir mjög meðvitaðir það. Og þegar vorum búin að minnast hérna áður rannsóknars Russell Barkley að lífslíkur fólk sem ADHD sé 9-13 árum minni, sem mjög alvarlegt mál og mjög áhugaverð rannsókn. Og 38% af því sem útskýrði það var hvatvísi. Þannig að hvatvísi getur leitt til þess með mörgum mismunandi hætti. Auðvitað fleiri slys en líka reykingar eða matur eða getur verið mjög margt mörgum mismunandi formi. Maður spyrja, einhverju búin að sjá þessi grein á Vísi eða svo mikið af þessu tölum? Ég skrifaði grein á Vísi þetta. Hverju sá hana rétt upp hönd? Ok. Hún var svona hugsuð til að eigi rassásunum þannig að þegar maður að glíma við leiðileg komment á internetinu þá bara hægt að pósta þessu og færa sig frá því. Ég glíma við það því ég held að þekki allir reiðina sem var uppið þá. Hverjir vissu að það væri til að með svona miklar áhættur að því að taka ekki lyf rétt upp hönd? Þið vissu það? Já. Ok, flott. Já, þannig að svo við förum aðeins yfir þetta samt eitthvað síður, þó margir séu búin að lesa. Að þá var yfirlitsgrein sem sýndi að börn og unglingar með ADHD voru í 50% meiri áhættu á slysum. Og dönsku rannsókn sýndi að það var hægt að draga úr þeim slysum 30-40% hjá 10 og 12 ára börnum sem tóku lyf. Og svo var þetta líka mjög áhugaverð rannsókn sem var, sænsk rannsókn sem sýndi með heilaskaða. Að því nú búið að vera að vekja aðeins meira athygli á því á undanförnum hversu alvarlegt það getur verið og í sumum tilfellum líka talið vel geta ollið ADHD eða í það minnsta gert ADHD verra og þá gátu lyf dregið úr því 70% sem er mjög mikið. Og svo er það umferðarslys. Það er eitthvað sem að Russell Barkley líka skoðaði alveg mjög vel að því að hann átti tvíburabróður sem dó í umferðarslysi. Keyrði ekki á hratt en bara setti ekki á sig bílbelti og það dugði til, því miður. Þannig að hann skoðaði þetta mjög vel og lýsir þessu svolítið skemmtilega til dæmis þegar að manneskja með ADHD að keyra og þú sér eitthvað sem maður vill fara yfir götuna að þá hægja flestir á sér og hleypa manneskjunni yfir en með ADHD að frekar gefa því og reyna að vera fljótari til og þannig. Þannig að það, sem sagt, fólk með ADHD, það er líklegt að lenda í alvarlegum umferðarslysum 54% líklegri en að lyfjameðferð dró úr sér tíðni 58% hjá karlmönnum og það var ekki marktaka niðurstöðu með konur þarna og þess vegna hafði ég líka með þessar rannsóknir mótorhjólaslys þó mótorhjól sé nú kannski ekki mikið notuð hér á landi. En þar drógu lyf úr þeim slysum 42% hjá konum og 38% hjá körlum. Á þeim tímabil sem ADHD-lyf voru notuð og svolítið flokkarnir, þetta eru bara gögn sem þau eru með og þau sjá alveg þegar fólk er á ADHD-lyfjum og svo þegar ekki á þeim og hvernig slysum bara fjölgar og minnkar eftir því. Og það er eitthvað sem ég held að flesti foreldrar ættu að vita þegar börnin sína fá bílpróf og fleira.
Já, og dánartíðni sem er því miður mjög sorglegt en það er rúmlega meir en 2,5 sinnum hærri hjá börnum og fullorðnum með ADHD, meiri líkur á því að látast. Og svo var önnur rannsókn þegar að dánartíðni af öllum orsökum var skoðuð. Þar sé ekki endilega bara slysavöldum, heldur bara hvað sem er. Þá kom í ljós að lyf lækkuðu dánartíðni 20% hjá 4-17 ára börnum. Já, og svo því miður líka varðandi sjálfsvíg, þú komst aðeins inn á það líka, Haraldur. Að ADHD fylgir 30% meiri líkur á tilvikum tengdum sjálfsvígum og þeim hafi fækkað 20% á þeim tímabilið sem ADHD-lyf voru notuð. Og þá man ég allavega sérstaklega hjá konum að þá talaði 1 af hverjum 4 konum ADHD hafi, með þessi tilvik sem tengja sjálfsvígum og að áhættuþættirnir þar væri sérstaklega að það væri þunglyndi og kvíði með. Og svo er svolítið mikið synd að það sé til svona mikilvæg góð hjálp en fólk í þessari stöðu í dag kemur alveg lokuðum dyrum og getur ekki einu sinni fengið tíma hjá geðlækni. Það er ótrúlegt af því að við lokuðum samfélaginu til að bjarga öðrum mannslífum. Og svo var önnur rannsókn sem að fann að tíðni sjálfsvígstilrauna lækkaði 60-70% líka með ADHD-lyfja meðferð hjá börnum undir 18 ára aldri, þannig að rannsóknir finna aðeins mismunandi niðurstöður. En já, alvarlegt mál. Og svo er það vímuefnanotkun og athyglisbrestur sem er einmitt sérstaklega einn áhættuþáttur og þau sem eru með ADHD eru meira en 2-falt líkleg til að þróa með sér vímuefnavandamál og önnur rannsókn sýndi að fólk sem tók lyf, það dró úr neyslu ávanabindandi efna 30%, en sérstaklega áhugavert er að fólk getur líka sent mér post ef það vill að ég sendi þeim glærunar eftir á, bara ekki hika að finna mig á Facebook eða eitthvað og senda mér post. Að börn sem hófu lyfjameðferð fyrir 9 ára aldur og tóku lyfin í meira en 6 ár, þau voru í minnstu hættu og notuðu minnst ávanabindandi efni og það skipti algjörlega máli að því fyrir sem við byrjuðum 10, 11, 12 ára, þá jókst alltaf hættan og ef við tóku lyfin ekki 6 ára, heldur 2 ára eða eitthvað slíkt, þá jókst alltaf hættan. Þannig að þetta er oft mikil spurningi á fólki hvenær sé tími til að börn byrja ADHD-lyfjum og þá allavega varðandi þessa áhættu sérstaklega, þá getur verið mjög hjálplegt að vita þetta með 9 ára aldri. Og þá aftur þarf bara mjög gott fagfólk til að meta líka áhættan í fjölskyldunni, hvort að sé ykkur í fjölskyldunni sem glíma við þetta og það getur oft, hjálpað mjög mikið við að taka þessu ákvörðun. Og svo er glæpatíðni og ADHD sem er mjög mikið skoðað. Þannig að það er talað 25% fanga sem ADHD. Þessi tala rokkar mjög mikið. Hún fer niður, hún fer upp, hún er alveg, ég veit ekki, kannski niður í 15% og alveg upp í 70% í sumur rannsóknum, en þetta er kannski áreiðanlegasta. Þessi rannsókn sem þarna hefur að vísa til er sennilega frá Aberdeen og Gísla Guðjónssoni. Og vandamáli þarna er að þarna verið að nota gömlu greiningaviðmiðin og þetta sýnir bara að 25% fanga höfðu ADHD í æsku og höfðu ennþá. Allir sem voru með mikið lengi en ekki æsku, þau eru útilokaðir með fulla greiningu. Þannig að þú heldur þessi tala sér miklu hærri. Tölurnar eru miklu hærri. Já. Ég er vel sammála því að það getur verið. Ég sá þetta samt á fleiri en einum stað. Þá virðist þetta vera svona svo tala sem flestir sættu sig við, en ég er alveg sammála. Mér kemur ekki óvart að hún væri hærri. Ég hef heyrt af frumgögnum rannsókn sem er í vinnslu á meistaraverkefni og snýr sérstaklega í íslenskum fangelsum. Frumgögnin virðast benda til alltaf 75%. Já, ég las þessa rannsókn og það var reyndar svona, það var skannað, það var ekki gerð viðtöl, þannig að það kom og svo var ok, en allavega þá voru oft með mismandi niðurstöður eftir hvort þau notuðu bara skimunarlista eða hvort þau gerðu líka viðtal, þannig að töluna getur líka rokka eftir því. En þetta er kannski svolítið meira til Haraldar heldur en þín. Er ekki ADHD tauga þroskaröskun og er þá ekki eðlilegt að gera kröfum að einkenni séu til staðar frá bernsku? Ég vil kannski taka þessa spurningu eftir erindinu. Mín vegna má alveg, já. Ég held að fólki leiðist bara minna ef það var samræður á meðan. Bara örstutt, það er nú einmitt þessar rannsókn sem ég vitnaði þarna áðan. Það er gefa greinilega til kynna að þetta eru 2 sjúkdómar.
Það er alveg ljóst í nokkrum rannsóknum að meiri hluti fólk sem með ADHD á fullorðinsárum var örugglega ekki með það í æsku. Það eru góðar rannsóknir. Og svo, áunin eða bara síðkomin og svo hitt sko sem að vísa áðan sko að krakkar með ADHD virðast 80% verða betri á efri árum en þeir eru samt lastnir. Það er bara mælingatæki sem við notum valda þarna vandræðum sko. Og hvernig treystir því að rannsóknar séu þannig að það sé alveg vitað að það voru ekki með athyglisbrest á yngri árum? Þetta voru sko langtíma eftirfylgdar rannsóknir, til dæmis held ég mann í Brasilíu. Það voru mjög ítarlega rannsóknir þessum börnur gerða nokkur ára fresti og það var engin vafi á því að þess reyndar einn krítikinn var svo að kannski voru með einhver einkenni. Kannski þetta bara væg einkenni í æsku sem versna eftir kynþroska eða eitthvað svoleiðis. En allavega rannsóknir gat ekki sko staðfesta þannig að ríkjandi kenning svo að þetta séu 2 sjúkdómar. Ok, sko, mér langar að bæta við að varðandi konur með ADHD að þá eru einkennin oft miklu vægari í æsku eða líka bara minna tekið eftir þeim. Já, og svo Akkurat, en svo einmitt á kynþroskaskeiði þá kannski oft brjóta svolítið út vandamálin en allavega ef ég segi bara fyrir minni persónulegu reynslu þá man ég að ég var með svona flugma, ég var að ferðast einu flugi og var með flugmiðan hérna utan um mig og ég gleymdi honum einu svona í flugvélni og svo næst þegar ég átti að fljúga þá setti hann aldrei frá mér, laði hann aldrei frá mér aftur hafði það bara hérna framan á þá mér finnst það mjög óþægilegt og bróðum mig með athyglisbrest haldið að hann hafi pælt í því að leysa vandamáli með þessum hætti. Þú veist það hvarflega ekki á hann, svo ég tók flugmiðan hans líka, þannig með þessum hætti að þá gat ég óvart falið mín einkenni en hann ekki sín. Þú veist ég fór út í búð og ef ég átti að kaupa eitthvað hluti þá myndi ég alltaf hversu marga til þess að hann leit út fyrir ég gleymd aldrei neinu. Það er ekki eins og bróður minn hafi lagt sér fram með þetta. Þannig að þetta er einönnur ástæða líka. Þannig að það er allt, konur hafa önnur bjargráð, virðast þróa aðferðir til þess að tækla einkennin. Já. En hausinn er samt engar síður á fullu. Já, og varðandi áunnin athyglisbrest, þetta er líka svolítið umdeilt, þannig að alveg gaman að koma inn á það. Það er oft talað kannski að það geti gerst ef að það er heilasýstingur eða eitthvað svoleiðis, eitthvað högg. Það hefur aðeins verið í sambandi við blýeitrun, það hefur aðeins komið í ljós. Blýeitrun, lead á ensku, blýeitrun. Og þannig umhverfisþættir. En Haraldur, ég beini spurninguna þér. Finnst þér að vera til út af tölvuskjánótkun eða tvíumlíkt? Sko hreyfingin skiptir mestu máli hérna. Sko varðandi tölvunótkun þá ætla ég nú að skelfa liðið hérna, held að sé mjög gagnlegt. ADHD fólk þarf hvíld í ofureinbindingu. Það þarf bara að setja mörk við hana. Það er oft bara hálftími, klukkutími, jafnvel 2 tímar bara í ofureinbindingu, úr tölvuleik eða einhverju bulli, þá bara ertu búin að slaka á. Fólk með ADHD hefur aðra leiðir heldur venjuleg fólk til þess að slaka sig. Skil ég rétt, að tölvunótkun geti hjálpað til að slaka á? Já. Ok. Já, en auðvitað sko... En heldur að ómikil tölvunótkun geti valdið ADHD? Svo er náttúrulega hitt með börn, skólinga og síma í skólum, þannig alveg greinlega það er að trufla sko. En sko einhver nótkun á þessum leiðum er gagnlegt og líka hjá fullorðnum sko. Þú veist, þú kemur heim úr vinnunni og ferði ykkur tölvuleik og konan nöldrar. Þú þarft tíma út, þarft eitthvað frið til þess að bara vera einn með sjálfum þér og þú notar ofureinbindinguna sem afsökun til þess að gera ekki neitt. Já, ég held að þetta sé flókið þegar ég teki eftir, það er ekki það mikið rannsóknum hvernig áfallastreituröskun og fleira hefur áhrif eða ekki svona getur mótað ADHD einkenni eða svipum og ég væri mjög til í að sjá meiri rannsóknir og meiri þekkingu á því hvernig að aðgreina þetta tventa því að mér sýnist þetta að vera að koma svolítið mikið upp og þá heitir þetta rauninni ekki ADHD einkenni heldur áfallastreituröskun einkenni og ég stundi velti fyrir mig hvort að þetta sé kallað áunnið ADHD. Hvert fór mikrofónið inn? Þú segir maður gera meiri rannsóknir en það er sko ljóst að fólk með ADHD er miklu frekar veikt af áfallastreitu og kulnun en aðrir. Akkurat og svo að greina það. Það sem við séum áföll að flestir eftir áföll
alveg sama hvað eru nánast slæm, innan árs eru flestir orðin góðir, en ADHD fólkið, það vinnur bara ekki úr því. Þannig að ég vil eiginlega snúða svo hvolf, áfallastreita er ekki út af áföllum, það er út af ADHD. Það er skert hæfni til að vinna úr erfiðum tilfinningum. En heldur þú sé ekki fólk sem er ekki með ADHD sem er fáið áfallastreituröskun? Og það menn hafa velt fyrir sér hvort að ADHD geti valdið, áfall geti valdið ADHD. Ég held að sé engar rannsóknir sem að styðja það ákveðið sem ég veit um. Nei, þá er það annað enn mitt. Ok, þá höldum við áfram í bili. Þannig að samfélagslegur kostnaður ADHD. Það er svolítið erfitt að finna góða tölur um þetta því að oft er skoðað til dæmis bara á sjúkrahúsi eða eitthvað svona afmarkasvið eða tryggingar, eitthvað svoleiðis. En það er mjög flott bók frá Danmörku sem að skoða þetta svona nokkuð heildrænt. Ég held að missa samtala við alltaf einhverjum tölum, einhverjum kostnaði. En þetta er líka fyrir ykkar nýlega rannsókn, þannig að þetta á 2020. Og þá sögðu það hver einstaklingur með ómeðhöndlað ADHD kostaði samfélagið 3,2 milljónir króna á ári. Og svo mjög áhugavert líka önnur rannsókn sem skoðaði systkini, það sem eitt var með ADHD og ekki hitt. Og þá kom í ljós, og þetta er reyndar, hún er 10 árum eldri, en það útskýrir líka kannski aðeins tölumuninn í krónum, að þá er það 2,8 milljónir króna sem ADHD systkini kostaði á ári með við systkini sem var ekki með ADHD. Og þetta eru mjög stóra tölur og þegar þú talar um aldrei sig getur peningar, þeir eru þarna í rauninni. Við myndum taka á þaðan og aðeins fram í tíman áður en hann fer út í þetta. Og þá er bara gaman að reikna út af því það er ekki til inn á opinbera tölur ADHD greiningar á Íslandi. Það er að segja við vitum ekki alveg hvað eru margir greindir með ADHD á Íslandi. Þannig að þegar við erum að tala um það við sem gefa meiri lyf, þá mér finnst ekki að vera hægt að eiga þá umræðu nema að maður viti greiningarna til samanburðar. Erum við að gefa 80% af fólki með greiningu lyf eða 70% og hvernig er það annars þar? Þegar ég sá mér þessi eina rannsóknar sem að vera að tala um að kannski væru við bara svo mikið betri að gefa meðferð og að Norðurlöndum verði það ekki og þau ættu þar alveg að líta upp til okkar og fylla þetta bil. Þannig að við verðum að fá að vita þetta. Og ég spyrum eitt, við tala mikið um kostnað af ADHD, en svo kom líka fram í meðan annars hjá Haraldi og við höfum mikilvægt áherslu á það hjá samtökunum að þetta sé eiginleiki sem að hafi fært mannkyninu mikla framfærir og mikla gleði og mikla hamingju. Er til einhver rannsókn sem sýnir ávinning mannkynsins af ADHD? Ég hef ekki séð hana og veistu, ég gerði einu sem fyrirlestur sköpun og ADHD. Ég fann ekki einu svona rannsókn sem sagði þau væri meira skapandi. Hins vegar held ég að þau kannski hafi ofta ekki annað val en að vinna við eitthvað miklu meira skapandi. Það er að segja að þú getur valið að frekar, veistu hvað ég meina? Þannig að þú sett líklegri til að sinna því meira. Ég veit að ég bara þegar ég er verið að deyja leiðindum þá hef ég verið meira skapandi af því að manni leiðist svo mikið. Nei, og svo er þetta líka svolítið umdeilt hversu jákvætt með að tala um ADHD. Ég er alveg sammála að þetta er mjög mikil styrkleiki á sumum sviðum og þegar maður er sjálfur með athyglisbrest finnst manni margir ekki með athyglisbrest bara frekar leiðilegir. En þannig að ég samt hika svolítið við það af því að ég vil að fólk taki þetta alvarlega, ADHD, og leiti sér hjálpar af því að ef það er alltaf bara að tala um hvað þetta er jákvætt að þá hef ég ágjörði því að fólk hugsi bara já, ég þarf ekkert að pæla meira í þessu af því að þetta er bara styrkleiki. Þannig að þetta er svona umdeilt. Ég skil voða vel bæði af því að svo kemur þetta svona stigma og hvernig fólki líður með sjálfa sig og þá þarf að vinna fordómunum en ein besta leiðin til að takast á við hvernig fólki líður með sjálfa sig er líka að meðhöndla ADHD sitt mjög vel. Ég held að þannig öðlust maður líka sjálfstraust. En þannig ef ég með þessar tölur sem að Hrannar þú hefur minnst á að sé minnstakosti 20.000 manns á Íslandi með ADHD að þá ef við reiknum það, þá myndi það svara með þessar tölur í Danmörku, þá myndi það samsvara 64 biljónum á ári sem að ríki þurft að borga vegna ADHD. Þannig að aftur, þarna eru peningarnir. Þetta er alveg no-brainer ef ég sletti hvernig að fara að þessu. Já, mér langaði bara rétt líka að koma inn á það að því að gaman að þegar maður finnur íslenska rannsóknir að þetta er sérst rannsókn frá ADHD-teyminu hérna á Íslandi og þau sem leituðu til þeirra frá 2015 til 2017 og þau segja sérstaklega að þau náðu miklum árangri að minnka ADHD-einkenni og bæta lífsgæði og hins vegar var brottfall úr meðferð mikið og þetta er alveg vita að vera oft vandamál og það er einmitt hjálpað mjög mikið fræðsla en partur af þessu þarf líka að vera utanumhald til að vera alveg vissum að viðkomandi haldi áfram í meðferðinni. Það þarf mjög miklu eftirfylgni og aðhald engu síður. Og þannig að þessi spurning sem alltaf verið að spyrja, þarf lyf, endilega. Mér langar að svara henni á tvennum máta. Mér langar að segja
fyrst, að það þurfi ekki, en ef þú vilt sjá stórar breytingar, sérstaklega kannski á fullorðnum, af því að þá eru minna að tala kannski áhættu. Ef þú vilt sjá stórar breytingar, þá þarf lyf til þess. En svo kannski þegar kemur að börnum, þá erum við meira að hugsa áhættu. Þannig að það getur fyrirbyggt að þessar áhættur eigi sér stað. Af því að þegar fólk á börn í sjálfsvíshættu eða í félagslegri einangrun eða gengur ekki nógu vel í skóla og hafnaði vinnum og lendi í slysum og allt þetta, þá er þetta ekkert grín að vera að skoða þessi áhættur og eflaust eitthvað sem fólk vil ofta ekki taka. En hins vegar það persónubundi fyrir hvern og einn og það að skoða áhætturnar í mörgu samhengi. Já. Bara takk fyrir, ég vil endilega takk fyrir spurningar. Það eru. Bestu þakki fyrir þetta, Anna Tara og Haraldur sömuleiðis og fyrir þetta samtal. Þetta ADHD. Og ég er búinn að stjórna fullt af svona samkomum og ég held að í fyrsta skipti sem við erum undan áætlun. Það ADHD líka. Ég var að reyna að draga, sko. En Haraldur, ef þú kemur hérna upp og ég ætla að opna fyrir nokkrar spurningur og sal til ykkar beggja. Áður við tökum okkur örstutt hlé, fáum okkur kaffi hérna frammi. Ég ætla að fá svona kannski 4-5 spurningar. Skulum ekki setja á langan fund. Við reynum alltaf að viðhalda þeim tíma sem okkur er úthlutaður. En gjör svolítið að starta upp og berðu frá spurningu. Ein spurning á mann. Já, góðan daginn. Kristinn Jónsson heiti ég og starfa við að þróa leiðir til þess að greina heilaraskanir með því að líta á lífeðlisfræði. Nú eru lyfjameðferðirnar allar hafa áhrif á lífeðlisfræði heilans. En ekkert í greiningaferlinu virðist snúa því að skoða hver er lífeðlisfræðin og hver er lífeðlisfræðileg staða. Ég myndi bara vilja heyra ykkar álit á hvað þætti til dæmis heilarinn geti haft í því að greina og hjálpa við meðferðarúrræði og hjálpa við að stjórna meðferð og bara umönnun á þessum sjúklingahópi almennt. Takk. Vilt þú taka það, eða ég? Já, ég skal taka það. Ég fæ kannski líka. Það eru sko bæði gamla rannsóknir sem sýna að heilaritt er oft, við kallum það vanþroskað í einstaklingum með ADHD. Það er svona grófmæling, en svona gullstandardin í dag er augnhreyfingarannsókn. Það sýnir að við erum svolítið klausk í augunum fyrir að fylgja eftir hlutunum miðað við aðra. Það er talið verið svona gullstandard í rannsóknum og það er mjög fáir staðir held ég í Amsterdam og í Jerúsalem. Það hefur verið sett upp. Þetta er náttúrulega dýra rannsóknir og hafi ekki verið fylgt eftir neinstar, en þetta er talið vera mögulega besta leiðin til að hjálpa okkur kannski að losna við svik í fæinu, en þetta er mögulega góð leið. Ég hef mjög mikinn áhuga á öðrum meðferðum heldur en lyfjum, að hljóma kannski ekki svoleiðis, en persónulega hef ég ákveðið að prófa lyf á meðan ég prófa annað, því að þegar annað hefur ekki verið rannsakað nægilega vel, þá tekur rosalega, þá þarf þú að rannsaka og þú að fara í gegnum allt, tekur langa tíma og erfitt að hitta á rétt. En þannig að það hefur verið reynt eiginlega mjög mikið fyrir þetta sem þú segir líka að finna það sem er kallað svona biological markers og það hefur reynst alveg ótrúlega erfitt, held ég kannski að því að einkenni eru svo mismunandi hjá fólki, þannig að eru kannski mismunandi þættir, en mér finnst endilega að við eigum að setja meiri peninga í að rannsaka ADHD og næringafræði og bætaefni og margt fleira sem hefur áhrif á líffræðilega þætti, annað en lyf, en peningarnir eru hjá lyfjafyrirtækjunum og þegar við gefum þeim peningana og byggjum þau að gera rannsóknir og getum við ekki verið hissa að niðurstaðan sé lyf frá þeim og kvarta svo yfir því. Þannig að ég vil endilega að allt hitt verið skoða betur. Já, Magni heiti ég. Eitt atriði, ADHD, málþing, og það hefur verið snið, og hafa bara eitt kaffil hér, þið veitum að við þurfum að vera á hreyfingu, er það ekki? Og svo eigum við að setja kjur bara í, nei, þetta var nú bara smá útutur, en með lýsið þarna aðan. Já, einmitt. Það var svona, ég náði ekki alveg, hvernig, er það ekki rosalega gott? Það er fyrstu glæruninni. Það er eitt af fáum bætunum sem hefur fundist hafa... Takk fyrir mig. Já, hafa áhrif. Ég held að það verið á 25% fólks, ekki á alla og ekki í sambandi við lyf samt, en eitthvað, og það er klárlega eitthvað sem einmitt maður ætti að fara dýpri og skoða nánar. Það er búið að skoða mikið varðandi járn og svona þegar lýsi hefur líka áhrif á járnendurvinnsluna. En það finnast alltaf svo mismunandi niðurstöður, það er mismunandi eftir hvað þú mælir í heilanum eða í blóðinu eða
í vefjum og þetta flókið. Jú, en eins og ég segi, þetta samt sko, það ekki hægt að mæla með þessu meðferð eitt og sér þannig séð, en hjálplegt, en lýsi þá sem ekki með synthetic efnum, þar sé að kaldpressað, þannig hún fáir alveg næringarefni. Já, allavega mitt persónulega mat, sem kaldpressað, af því að oft ef það hitað þá missir það næringarefnin og svo sita þessi gerfi efni í. Þetta svo sem umdeilt, mín persónulega skoðun bara allavega. Þetta mjög áhugavert, það ýmislegt sem við vitum næringu og ADHD, en varðandi lýsi þá aðalatriður omega-3 og ég mæli með öllum mínum skjólstæðingum að taka risaskammta omega-3, tífaldan dagsskammti eða 3000 milligram. Það margir sem finna mikinn mun eftir 1-2 mánuði á þeim skammti, sko. Takk hérlega fyrir erindinu, það var mjög áhugaverð. Eins og klassískur maður með ADHD þá hlustaði ég á þig, Haraldur, á Reykjanesbrautinni því að ég glemdi að leggjast á tímalega. En eitt sem ég tók eftir hjá í erindinu hjá þér og langar að spyrja ég skilja þig rétt að þú lítur svo á að ADHD einhverfa, mögulega en að fleiri sé í reynd eiginlega sama orsökinni eða sami sjúkdómurinn eins og þú kallar það, en bara mismunandi birtingamyndir. Spyr sem maður með ADHD, með barn með einhverju og ADHD og alls staðar í fjölskyldunni, annað hvort eða bæði. Sko, þegar ég var ungur og lærði geðlæknisfræði, þá mátti ekki segja að þetta væri sami sjúkdómurinn. Það var þetta alveg aðgreint. Í dag erum við farin að skilja. Þetta hangir gjarnan saman og eins og við erum að segja almennt með erfðir, að þá eru erfðirnar mjög ósérhæfðar í hvernig það birtast. Við kallum þetta G-faktor. Í minni klínísku reynslu þá ég veit ekki, þriðjungurinn af skjólstæðingum sem sé með mismundi mikil einhverfurófseinkenni og þessi einkenni sjáum við minnkan smám saman á meðferðin fyrstu árin, kannski sérstaklega fyrstu 2 árin eða það virðist halda áfram. Svo náttúrulega að koma að lifa á markaðnum sem munum sérhæft hjálpa einhverfurófinu meira en önnur. En það er mjög sterkt tengsl þarna á milli. Þetta eru kannski 2 mengir sem skarast mjög mikið. Það er eitthvað við vitum að einhverjónu sem ADHD virðist ekki til staðar, en ég myndi segja með alla með einhverjóróf, það þarf að pröfa það á örvandi lyfjum og sjá hvort það hjálpi. Bara með einu svona varnaðarorði, þessi einstaklingar þola ekki að háa skammta af ADHD lyfjum, þeir þurfa bara mjög litla skammta sem hjálpa. Já, ég heiti Hörður og vinn hjá SÁA. Þú talaði það, Haraldur, í lok þíns erindis að hvattir ADHD samtökin til þess að koma upp skimunum. Er það þannig að það sko í mínum bransi eru til ágæti skimunarpróf sem eru svo hægt að staðrenda með góðum greiningartækjum, en er ekki til góð skimunarpróf fyrir ADHD sem gætu að hjálpa okkur eitthvað áfram? Það er til fullt af skimunarprófum. Það sem ég held að sé málið að skiptir ekki mála hvaða próf þú notar, en við þurfum að hafa helst sko búa til biðlista þar sem fólk fyrir með rafrænum skilríkjum, þannig að það er bundið kennitölu og bara staðfesta hvað er mikið þörf í landinu. Ég meina þetta er klassískt, það er bara 18 spurningar og hvað uppfyllir margar, og ef þú bætir við hamlandi einkennur sem er 5, þá ertu komið með 23 spurningar. Þú getur spurt þessar grunnspurningar sem er sömu spurningarna við spyrjum í fullu greiningarferli, og auðvitað er hægt að útfæra þessar spurningar mjög mikið, og það sem er vandinn náttúrulega með ADHD fólk að það hlustar ekki á spurningar. Og það eru ýmsar leiðir, það eru til sko, ef þetta væri gert þá þarf það helst að vera karlmannsrödd sem talar hægt, sem spyr, þá halda mér betur athygli, en það er þetta búa til svona einhvern skimunar próf á netinu, og það hefur verið mjög gagnlegt fyrir ADHD samtökun að koma þessu á til þess að tryggja það að við séum með vopn í höndunum til þess að sjá hvað þörfin er mikil. Já, Tryggvi heiti ég. Mér langaði að spyrja ykkur. Tryggvi heiti ég og langaði að spyrja og fyrst þakku fyrir mjög áhugaverð erindi, en það kom fram að ADHD-lyf eru mjög vel
og mikið rannsóknarlyf. Mér langaði að spyrja, og Haraldur búinn að nefna líka sem sagt að það þarf að vera mjög svona nákvæm notkun eða á þeim. Ég veit ýmis dæmi að þau hafa verið mjög gagnleg en leið valdið svona hreyfikækjum sem aukaverkanir. Þess vegna spyr ég, þekkið þið til, það hreinar aukaverkanir af lyfjunum eða það frekar þá stillingaratriði lyfjana sem áhugavert að vita líka vegna þess að mörgu góðu fylgir stundum þessar aukaverkanir? Það kemur sérlega flókið svar. Sko vöðvaspenna og kækir og ýmsir hreyfingar einkenni geta verið hjá fólki með ADHD, bara eins og Tourette sem svona eitt af andlitum ADHD líka. Lyfin geta bæði gert þetta betri og verri og það skammtabundið og maður getur þurft að nota önnur lyf með til þess að minnka það. Til dæmis gamla lyfi sem notum við ADHD sem Klonidin og nýja lyfið Guanfacin eða Intunif geta stundum minnka þetta. Þannig að stundum 2 lyfja meðferð til þess að minnka skammtana báðum lyfjum, sérstaklega örvandi lyfjónum, þá þetta minna. En það sem gerir þetta svolítið flókið, sko lyfjafyrirtæki markaðssetja þessi lyf til þess að taka einu sinni á dag. Það afleit meðferð. Fer eftir svolítið lyfjónum en 2, 3, 4 sinnum á dag þarf að taka þessi lyf. Þó að lyfin sé í góðri þéttni í blóðinu, það þýðir ekki að virkni sé enn. Þetta bara eins og með lyktarskinn, sko, eftir ákveðin tíma dettur verkurinn niður, oft eftir 4 til 6 tíma þá verkurinn ekki bara búinn, þá ertu verri en nokkuð tíman áður. Þannig ef að fólk að taka lyfin einu sinni á dag, þá þarf að halda mjög góða skrá til að vita hvort það raunverulega betra þegar að fara á líður. Ég sé skjólstæðingar sem búin að meðferð í mörg ár og bara að drepast á meðferðinni, verri en á yngri meðferð. Og það af því að þið taka lyfin einu sinni á dag. Og það maður með aukaverkunina, þá þarf maður að gera sko greinamun hvort það koma í virkafasanum fyrstu 36 tímana eða fráhvarfsfasanum sem eftir það. Og laga svo þegar frálíður sem kannski eftir 8 til 12 tíma. Þannig að það alltaf... Er það rétt skilið hjá mér að það sé sem takt að finna oftast út úr því, þannig að það sé ekki vandamál, eða hvað? Oftast já, en alls ekki alltaf. Þessu tengdu varðandi að hreyfi, já, Inga heiti ég, takk fyrir mig, ég vinn sem sérkennsluráðgjafi hjá borginni. Varðandi þessar aukningu á hreyfikækjum líka, maður hefur oft heyrt það þegar einstaklingar sem bæði með einhverfu og ADHD, að þá hefur maður oft heyrt talað það að einhverfu einkennin geti aukist eftir að ADHD-lyfjagjöfin sett inn. Gæti þetta verið eitthvað, þetta eitthvað sem að við gætu frætt okkur meirum? Sko, já, þarna verður gera greina bæði mun virkafasanum og óvirkafasanum og skammtíma og langtíma áhrif. Þau minnka þegar árin líða, en sko með öll ADHD-lyf, vandinn oft fyrstu vikurnar, að það eykur mjög mikið næmnina og einhverja fólki þolir þetta mjög illa og þetta fer eftir hvort, ef einhverjan til staðar er þetta alveg stórt vandamál og þá notum við bara mjög litla skammta. Þannig að þegar maður að greina þetta þá má eiginlega ekki greina þetta nema skrinna fyrir einhverjurófinu. Því það segir svolítið hvernig þú þolir lyfin. Þannig að maður þarf að vara alla við að eiga vona, ég kalla þetta grátmúrin. Að þegar fólk byrjar á lyfjónu þá þarf það að fara í gegnum grátmúrin. Má ég bæta við þetta af því að það líka ADHD-lyfin hækka dópamín og serotonín-lyfin serotonín og þau fara í gegnum sumu pípuna og einu sviði. Allavega amfetamín sýnt fram á mér rannsóknir en klínísk reynsla sumra læknar vil meina að gera það líka með metylfenidat. Þannig að það verður til eins konar vegasalt. Ég veit ekki hvort þú sammála mér, allavega þetta Dr. Charles Parker og fleiri. En þannig að þegar þú hækkar dópamíni, þá getur þú kannski að lækka en serotónið sem getur olli kannski einhverjum árátu þráhyggju. Einhverjum, ég velti fyrir mig hvort að það sé það sem að tala að einhverjum aukist, ég veit það ekki. Og sömuleiðis að þú myndist á með að verða þyngri, fólk sem ætti til mikið þunglindi, gæti verra lyfjónum, að þá gæti það líka verið málið og sömuleiðis ef fólk með ADHD og fer bara á serotonín-lyf, ADHD verið verra og þá oft lausnin bara að taka bæði einu, en þetta svona típunar sem að segja ég prófa allt og ekkert virkar og þá svarin hefur prófa allt á sama tíma. Ef ég má vera aðeins dónalegur í garð vísindarna,
að þá sko, það ótrúlega langt bil milli skilninga okkar á boðefnum og verkun lyfja. Þó við vitum hvaða boðefni séu við hafa áhrif eða hvaða viðtæki og hvaða synapsar og svo framvegis, þá segir það ótrúlega lítið hvað merkingabært. Og það sem að ég tel vera þarna lykilmálið það að ADHD-lyfin þau auka tilfinningalega greind og viðkvæmni og við það truflast oft draumarnir. Þú ferð að dreyma meira hluti sem þú vilt ekki dreyma og þú ferð að fá meiri erfiðar minningar upp á yfirborðið sem þú vilt ekkert vita af, þannig að varnirnar minnka og það sem skeður svo að þegar þú umberð þetta að þá færðu meiri tilfinningilega styrk til að standa undir því. Þannig ég held að við verðum að leita svolítið svona merkingar þegar við erum í þessu. Þannig að jú, það er mjög fróðlegt að leita að boðefnunum og skilja og getur hjálpað okkur að búa til nýja tilgátur og prófa nýja leiðir og efni, en við verðum líka alltaf að setja þetta í mannlegt samhengi. Bestu þakkir. Við skulum það bara koma okkur fram á skör og fá okkur kaffi, en ég ætla að minna á bestu þakkir. Ég ætla bara að minna á að við erum öll á einhvers konar rófi. Bara í gær þá var kona mín að sækja mig í vinnuna og við ætlum að skella okkur í sund og hún var orðin svolítið leið að bíða eftir mér og hringdi í mig og ég svaraði og sagðist vera alveg að koma. Ég þyrfti fyrst að ná í síma minn.
Góði gestir, við förum að halda áfram með málþingið eftir svo sem eins og 1 mínútu. Við skulum koma okkur af kaffisvæðinu inn í sal. Svo ég tali fyrir mína hönd, þá hefur þetta verið einstaklega áhugavert það sem af er. Alltaf brýnt og mikilvægt að kynna sér hlutina til hlítar. Og þessi erindi sem hér hafa verið flutt af Önnu Töru og Haraldi hafa kveikt á ýmsum perum í mínu höfði. Ég segi ekki að ég ætla að fara í greiningu strax, en það kemur til greina. Hvað er ég númer 30 í röðinni eða? En við förum að halda áfram með málþingið. Við erum á tíma og við fáum hérna reynslusögu frá Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur, alþingiskonu Framsóknarflokksins á eftir. Hún satt hjá mér á fréttavaktinni í gær og sagði frá sínum málum hvernig lyfjagjöf hefur breytt hennar lífi algerlega og verður gaman að heyra hennar frásögn á eftir. Hún er kannski að mörgu leyti dæmigerð fyrir fólk með ADHD sem var ekki í fókus áður en hún byrjaði að taka lyf, en komst í fókus. Ég voni ég fari rétt með. Mér sýnist það á janka hennar. Fáum að heyra hennar sögu eftir andartak, en fyrst ætlar yfirlæknirinn Elvar Danielsson að koma hingað upp fyrir hönd HH, sem er auðvitað heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, og ræða þessi mál frá hans sjónarhorni. Elvar, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara biðja því að þakka fyrir að bjóða mér hérna svona aðeins að ræða við ykkur hér. Líka byrjaði að taka undir, í rauninni að taka undir þín orð með þessi erindi sem voru hér áðan, bæði Önnu Töru og Haraldi, áhugaverð erindi og margt sem að maður svona getur tekið undir, og ekki síst það sem kemur fram í báðum erindum að það er brýnt að fólk með ADHD fái rétta greiningu og þeir sem að greinist með ADHD fái góða og rétta meðferð og að það sé svona samfélagslega arðbært er í mínum huga ekki spurning. Kannski aðeins bara til þess að halda aðeins áfram að kommentera á erindin sem voru að eins og það sem Anna Tara kom inn á varðandi tíðni ADHD, að þá er þetta svona, það er svolítið misvísandi tölur og aðeins öðruvísi í Bandaríkjunum, og þetta er svona svolítið mismunandi á mismunandi stigum lífsins. Það sem að ég hrekk samt svolítið við, og það er þegar ég heyri einhvern sem er kannski með reynslu, og eins og þegar Haraldur, ég veit nú ekki hvort að hann er farinn eða hvort hann kemur hérna, að þegar einhver svona telur sig vera alveg vita sannleikan hvað varðar tíðni ADHD, að þá svona hrekki pínulítið við, því að ég vil taka undir það sem Anna Tara segir, að þetta er samtal sem við þurfum að halda áfram, og ekki bara samtal, heldur við þurfum að rannsaka þetta betur, við þurfum að rannsaka þetta hérna á Íslandi. Hver er tíðni ADHD hér á Íslandi? Og ég held að það sitji enginn með hinn heilaga sannleika, en menn eru kannski setja fram skoðun sína á misjafnlega ákveðinn hátt. Sko, að því að það er nú ekki laust við að sé kannski eitthvað aðeins verið að vísa í okkar biðlista í þessari yfirskriftinni á þessu málþingi, sem er vel, að þá í rauninni tók ég hann pól í hæðina. Ég er ekki mikið að vísa í rannsóknir, ég er ekki mikið að fara að tala hvað er ADHD og heldur alltaf ég aðeins að kynna teymið, ekki í neinn hörgul, en aðeins líka svo í restina að ræða þá svolítið þennan biðlista sem að við viljum öll að styttist, og hvernig staðan er í okkar teymi og hverju möguleikar okkar teymis eins og eru að ná að taka niður, og hvað við teljum okkur þurfa til þess að ná honum niður á einhverjum eðlilegum tíma. Þá er ég bara svona með nokkrar yfirskriftir, og ég ætla nú svona að reyna frekar að hlaupa hratt yfir þetta, og frekar þá kannski bara spurningar í lokin.
En við erum semst teymi, við erum geðheilsuteymi HH ADHD fullorðinna og störfum innan HH en þjónustum allt landið. Við erum hérna bara rétt í næsta nágrenni í Lágmúlanum. Það eru fleiri fagstéttir í þessu teymi. Það er teymistjóri, það er geðlæknir, það eru sálfræðingar og það er þjónustufulltrúi. Við erum eiginlega glænýtt teymi, þannig að við hófum störf 1. febrúar. Við tókum við ákveðnu kefli frá Landspítalanum, á ADHD teymi Landspítalan sem var þar og tókum við biðlista þaðan, en líka töluvert af góðum hlutum hvernig þau unnu í sín teymi sem var faglega sterkt og gott teymi, en bjó kannski ekki, eins og ég hef stundu sagt, bjó ekki alveg kannski þær vistir sem það þurfti. Við byrjuðum í rauninni í móttöku skjólstæðingan okkar í byrjun apríl, getum við sagt, og höfum svona hægt og rólega aðeins fengið að stækka. Fyrir hverja erum við? Við erum fyrir skjólstæðinga þar sem það er grunur um ADHD og það er þá staðfestur grunur á þann hátt að það er framkvæmd ákveðin skimun í heilsugæslunni og þeir sem að skimast jákvæðir, það er send beiðni til okkar. En við tókum líka þann pól í hæðina, svo sem ólíkt ADHD teyminu á Landspítalanum, að við erum líka að taka við beiðnum þar sem fólk er komið með greiningu einhver staðar annar stað frá. Það getur verið einhverjum stofum hér eða jafnvel erlendis og fólk sem er að flytja hingað, þar sem að við metum í rauninni þá svolítið greinagerðina og þá vinnu sem hefur verið gerð og ef að það er fullnægjandi að þá tökum við fólk inn í teymið, sérstaklega þá bara til mats á mögulegri meðferð. Það eru auðvitað að koma skjólstæðingar sem eru með greiningar frá barnsaldri og hafa ekki, þar sem greiningin hefur ekki verið staðfest á fullorðinsaldri. Þannig að það er svona nokkrar ólíkar leiðir að koma inn. Pínu hérna sjokkerandi kannski, þú veist, það eru yfir 1100 manns á biðlista. Okkur reiknast til að það sé 1150 núna. Ég hef örugglega einhvern tímann sagt 1250, kannski var það einhvern tímann. Þetta er einhvers slags amaba sem að bara lifi sínu eigin lífi næstu því. Það eru flestir hérna á biðlistanum án greiningar, cirka 950 manns sem eru ekki búin að fara í gegnum greiningaferli. Við erum núna síðustu 6 mánuðina, við erum að fá 40 til 100 beiðnir inn til okkar á mánuði. Og það er svolítið variasjón. Í janúar fengum við yfir 200 var það ekki, Jón. Þannig að ég hef svo sem ekki tekið það með inn í þessar tölur og það var uppsöfnuð þörf, en síðustu 6 mánuðina höfum við verið að fá þetta og auðvitað þegar að það er töluvert innstreymi að beiðnum að þá er það auðvitað augljóst að meðan að teymið er lítið þá er mönnunin áskorun. Við tökum bara aðeins varðandi beiðnirnar, tökum við beiðnum frá heilsugæslustöðvunum, frá heimilislæknum, innan HH, einkareknum stöðvarnar hér á höfuðborgarsvæðinu og öllum heilsugæslum landsins. Við erum með þessa kröfu að það sé gerð ákveðin forvinna, að það sé skimað og það voru þessi skimunarlistar sem að Haraldur var að nefna og það er það hvoru tveggja eru skjólstæðingur sem svarar og svo aðstandendur. Ef hins vegar einstaklingar eru með greiningu, hafa fengið greiningu einhverstaðar út í bæ, þá erum við ekki að gera kröfu að það sé farið í einhverja skimunarvinnu aftur og þá er rauninni vísar heimilislæknirinn en þá þurfum við að fá afrit af greinagerðinni. Samkvæmt litteratúrnum í dag að þá það er ekki konsensus það. Þeir sem eru með ADHD greint á barnsaldri, hversu margir eru með ADHD á fullorðinsaldri og það eru svona variasjónir í þeim tölum en mögulega alltaf helmingurinn er ekki með ADHD á fullorðinsaldri af þeim sem hafa verið með greiningu á barnsaldri. Þess vegna krefjumst við að það sé þá bara tékkað svolítið á því í heilsugæslunni og það er framkvæmt þessi stutta skimun en ef það skimast í ákvætt þá er beiðnin send. Og við förum yfir þessi gögn og ef þetta allt saman stenst þessar kröfur og þá samþykjum við beiðnirnar inn. Ég ætla nú ekki að fara ítarlega í greiningaviðtölin en það eru sálfræðingarnir aðalega sem sinna greiningarferlinu í teyminu
og það nokkuð ítarlegu prósess og þetta viðtöl sem taka alla jafna kannski 3,5 til 4 klukkutíma og kannski bara aðeins að fá skjóta því inn að við vinnum í teiminu, við vinnum út frá greiningar viðmiðum dagsins í dag. Það hefur hérna aðeins verið að tala sko, hér sé verið að miða við gömlu greiningarskilmerkin, en það engin nýju. Við með þessi greiningarskilmerki sem við erum í dag og fylgjum þeim eins og fræðasamfélagið innan ADHD allstaðar annars staðar gerir. Svo getum við verið með mismunandi skoðanir á því hvort þetta sé rétt og það vantar og það sennilega flestir sem vinna þessu sammála því að það þarf að fínpússa þetta svolítið. Það hlutir sem að vantar inn í sérstaklega kannski fullorðinsgreininguna sem að við höfum ekki náð að aðlaga alveg ennþá. En það að því sé kollvarpað og að það sé einhvers slags algjör ný greiningarskilmerki sem það náttúrulega væri þá heimsfrétt. Þannig að við vinnum út frá því sem að fræðasamfélagið innan ADHD annars staðar í bæði fyrir Vestanhaf og í Evrópu og í Skandinavíu. Við erum líka með meðferð. Það hefur komið hérna fram að fræðsla mikilvæg og það voru svolítið svona vangaveltur hérna áðan varðandi hvenær á fræðslan að koma inn og við teljum það mikilvægt að allavega fræðslan komi inn jafnvel bara strax í greiningarviðtalinu, að þar ákveðin fræðsla líka sem í gangi og hún kemur klárlega inn í fyrsta viðtalinu við geðlæknin. Það líka mjög algengt að lyfjameðferðin hefjist eftir fyrsta viðtali við geðlæknin, allavega eins og við vinnum í okkar teimi, en þar auðvitað líka fræðsla. Við vitum það að fræðslan gerir það að verkum að þú átt auðveldara með að átta þig á þessum áskorunum sem þú ert að kljást við, hvernig svona samhengið með þessarar taugaþroskaröskunar og það sem að þú hefur verið að glíma við frá því og varst bara ungt barn, en líka bætir það árangur meðferðinnar og eykur líkurnar á því að þú sért áfram á meðferð, að maður svona gef ekki meðferðinu upp á bátinn ef það kom upp einhver neikvæðar hliðar meðferðinnar. Lyfjameðferð auðvitað stór partur í meðferð á ADHD og það sýna það allar rannsóknir að það áhrifamesta meðferðin. Við þurfum samt að bera virðingu fyrir þessum lyfjum og að þau geti mögulega ýtt undir einhverja neikvæðar hliðar. Nú ég ekki með ADHD og ég ekki á þessum lyfjum og þar af leiðandi ég kannski ekki að upplifa fordómana sem að þeir sem að eru á lyfjunum og maður heyrir það að fólk sé að upplifa þessa fordóma. Ég vel frekar að túlka eins og til dæmis það sem að Haraldur benti á að við liggjum ansi mikið ofar í lyfjameðferð við ADHD heldur en þau lönd sem við erum alla jafna að bera okkur saman við. Og það skýrsla landlæknis sýnir það og það verið að setja spurningamerki við það af hverju þetta svona. Mér finnst það eðlilegt að við gerum það. Mér finnst eðlilegt að við setjum spurningamerkin. Ég ekki með svarið við því. Ég ekki með svarið við því erum við að ofmeðhöndla eða erum við á undan Skandinávunum og erum hreinlega með betri meðferðartilboð. Og þetta þarf bara að skoða betur að mínu mati. Ég upplifi þetta ekki sem einhverja árás á það að við séum að veita þessa meðferð, en það kannski fáir sem akkurat núna að skrifa út eins mörg lyfjaskírteini og ég fyrir ADHD-lyfjum. Heldur miklu frekar að hér þurfum við að leyfa okkur að spyrja okkur spurninga. Og svo við erum auðvitað svolítið að smíða hana bát meðan við erum að róa. Við viljum þróa líka meðferðarhlutan okkar. Við viljum geta haft betri og öflugri fræðslu, við viljum geta haft námskeið, bæði mögulega rafræn námskeið en líka það sem að fólk kemur til okkar. Við erum svo heppin að hafa ADHD-samtökin og
Ég held að það líði ekki það viðtal, allavega fyrsta viðtal með skjólstæðing að ég bendi ekki á ADHD-samtökin. Kíkja á heimasíðuna, skoða, fræðast þar. Kíktu á katalógin á námskeiðunum. Eitthvað hérna sem að á vel við fyrir þig? Kannski ekki í haust, kannski í vor eða næsta haust. En við viljum auðvitað líka geta þróa það svolítið. Fólk staldrar misjafnlega lengi við í teyminu, kannski bara allt frá bara 2 mánuðum og svo í lengri tíma. Það fer svolítið eftir í bara hvernig svona þetta þróast meðferðin, hversu svona góð svörunin hvernig fólk að þola lyfin. Það ýmislegt sem getur spilað þar inn. Alla jafna taka heimilislæknarnir yfir ef það sett lyfjameðferð í gang. Þá taka þeir við lyfjaeftirfylgdinni og meðferðinni. Hlutverk teymisins svona kannski þrískipt. Við erum með greiningarhluta, við erum með meðferðina, en við viljum líka geta verið stuðningur við heilsugæsluna. Það eru heimilislæknar, heilsugæslulæknar sem taka við meðferðinni. Þeir eru allflestir kunna þetta mjög vel, eru með marga skjólstæðingar sem þau eru að sinna eftirfylgd á lyfjameðferðinni. En við viljum geta verið stuðningur. Ef það vakna einhverjar spurningar á heimilislækninu, nú Sigga hérna hjá mér og hún á Elvans og nú þetta svona, hvað ætti ég að gera? Og þá erum við með svona hotline fyrir heimilislæknana. Markmið teymisins, ég var hvort ég ætti að vera með einhverja svona bombu, bara markmið 1 ekki að ná niður biðlistanum. Og markmið 1, og myndi kannski alveg vilja setja það þannig upp, það að veita vandaða þjónustu, klínist góða þjónustu hvað varðar greiningar og meðferð á ADHD. Og eins mikið okkur langar að ná niður sem biðlista, af því að okkur langar það, og það eitt af markmiðunum, en þá getur það ekki komið upp fyrir það markmið að vera með gæði á þjónustunni. Ég held að við viljum að vera að ná í mikrofónu. Og við viljum auðvitað ná biðlistanu niður þannig að það sé ásættanleg bið inn í okkar þjónustu. Bara svona aðeins til þess að reyna að sýna ykkur biðlistan. Og ég var einmitt að segja Jóni hérna, mér vantar einhverja myndlíkingu á þetta hvernig þessi biðlisti og einhvern veginn svona því að ég fann eitthvað góða myndlíkingu og þá var mér finnst svolítið eins og ég sé að fara að sýna ykkur hérna svona risa marglittu og ég ætla að reikna út heildarflatamálið á henni og hún einhvern veginn á stöður hreyfingu og stundum teygist á henni og stundum minnkar hún. Og þannig þetta svolítið þegar við erum að vinna með þennan biðlista, því að við erum með, það eru beiðnir að koma inn, það eru sumar eru samþykktar, aðrar eru ekki samþykktar, við erum að taka skjólstæðinga inn í greiningu og meðferð og svo erum við stundum svona stór og svo höfum við náð að stækka og okkur langar að stækka svona, þannig að hvaða forsendur maður að gefa sér þegar maður að reikna út þennan biðlista. En svona til þess að reyna að vera með einhverja mynd af þessu, að þá erum við núna með cirka 1150 manns á biðlista og eins og kom fram áðan, 940 eru ekki með greiningu og eru þar að leiðandi að bíða eftir að komast í greiningaferlið í teyminu hjá okkur. Við vorum að fá 40 til 100 beiðnir á mánuði, meðaltalið síðustu 6 mánuði, við erum að samþykkja 55 beiðnir að meðaltali á mánuði og þar af eru 40 án greiningar og svo eru þá aðrar beiðnir sem verður samþykkja þar sem fólk komið með greiningu. Og ef við þá bara kíkjum á, hvernig staðan í dag og hvernig þá útliti fyrir með þennan biðlista, með marglittuna, hvað stækkar eða minnkar heildar yfirborðið. Í dag erum við með rétt rúmlega 2 stöðugildi sálfræðinga sem þýðir þá að það eru afköst teymisins í greiningaviðtölum eru cirka 340 ári. Við erum sem betur fyrir að stækka og höfum rými til þess að stækka ennþá, það að segja, við erum núna búin að ráða nýjan sálfræðing sem mjög gott og erum þá komin upp í 3 stöðugildi, en þá erum við líka búin að fullnýta þá fjármagnsheimild sem í dag. Og hvað mun það gera við marglittuna?
þá erum við að afkasta svona 480 greiningaviðtöl á ári. Þegar ef að enginn fer í skíðaferðalag og lærbrotnar eða verður ófrísk eða fer í fæðingarólof eða eitthvað, þá erum við með 480. En eins og kom fram áðan, við erum að fá 40 nýja beiðnir á mánuði, fólk sem ekki með greiningu. Hvað það á ári? Þetta reyndar einhver algjör tilviljun, sko, en það 480. Þannig að með þessa mönnun sem við erum með núna, að þá erum við bara að halda í horfinu, hvað var það biðlistan. Og þá spyrir maður sig, þú veist, hvert stefnið þá, hvað viljið þið, hvernig viljið þið laga þetta, hvernig viljið þið ná niður þessum biðlista. Við sjáum það að greiningaviðtölin per stöðu gildi sálfræðings, það eru 160 ári og við erum ekki að fara að stytta það, við erum ekki að fara að taka eitthvað shortcut. Það eru allir sammálað sem að vinna í þessu felti, að það ekkert shortcut. Nú ég farin að segja allir, ég ætla ekki að segja það. Við allavega, og það sem að alla jafna og orðræðan í þessu felti að það ekki shortcut. Við sjáum það fyrir okkur að ef að við fáum aukið fjármagn og getum stækkað greiningarhluta teymisins í 5 stöðugildi sálfræðinga, þá erum við með 800 greiningaviðtöl á ári. Við erum að fá þess 480 inn alltaf á hverju ári. En þá erum við að ná biðlistanum niður 320 á ári og það eru þá 3 ár sem það tæki okkur að vinna niður þennan biðlista. Það eitthvað svona sem að við sjáum fyrir okkur að sé ásættanlegt. Allavega einhvers slags markmið að ná honum niður. Auðvitað með hverju árinu sem að líður að þá styttist hann og sá sem að kemur aftast á biðlistan þá að það ekki alltaf einhver númer 1250 eða 1150. Og ef að við getum stækkað og dafnað á þennan hátt, að þá auðvitað líka ljóst að það þarf að auka mönnun í aðra hluta teymisins heldur en greiningarferlið og geðlæknaþjónustan þarf að aukast. Við viljum líka að þróa meðferðina þannig að líka fleiri fagaðilar komi inn og það sé þverfagleg meðferð innan teymisins. Og svona dream team allavega það sem að við viljum setja fram og til þess að vera svona með einhver raunhæf markmið sem við gætum þá kannski kreist í gegn, að við þurfum þjónustufulltrúa 1 stöðugildi, við þurfum þessa 5 sálfræðinga, 5 stöðugildi sálfræðinga. Við viljum geta haft hjúkrunarfræðing í einu stöðugildi í meðferðarhlutanum aðalega sem við höfum ekki í dag. Það þarf að auka geðlæknaþjónustuna. Allavega 1,5 stöðugildi, kannski í 2. Það fer svolítið eftir í hvernig hjúkrunarfræðingur vinnur í meðferðarhlutanum og svo það teymistjóri. Þetta væri svona drauma teymið okkar, en þá erum við að tala um 3 ár þar sem við erum að vinna niður innan biðlista, en þá værum við líka komin með ásættanlega bið inn í þjónustu teymisins. Þetta held ég að hafi nú verið síðasta glæran mín, sko. Hún var fín. Jæja. Bestu þakki fyrir þetta, Elvar. Við skulum hleypa 3-4 spurningum, stuttum og hnitmiðum. Gott og greina gott erindi sem við þökkum fyrir. Gjörðu svo vel. Já, góðan sæll. Drífa heiti ég, sálfræðingur og hef starfað við námskeiðahald hjá ADHD-samtökunum. Mér langar að heyra varðandi biðlistan. Hvernig eru kynjahlutföllin á honum? Það ekki? Svona tilfinningi mín einhvern veginn að sé kannski ögn meira af konum. Já. Já. Sæl aftur. Held ég að glemt að kynna mig áðan. Ég heiti Bergþór. Ég varaformaður ÖBÍ.
baðst hnit með þannig að ég skrifaði niður. Mér langaði að spyrja hérna mjög snöggt fyrst hvað gert hjá teyminu þegar það fær beiðni vegna einstaklings með fyrirliggjandi greiningu, aðra greiningu, til dæmis þroskaömlun eða einhverju. Og hins vegar í greiningaferlinu þá náttúrulega þroskasaga og spurningalista til ættingja. Hvernig brugðist við þegar að það engir ættingjar eða nánari aðstandendur til staðar til að svara þeim listum en auglýsvenginni til staðar? Ef við byrja á seinni spurningunni, að ef að það þannig að við fáum inn beiðni þar sem hafa verið bara laðið fyrir skimunarlistar, einstaklingurinn svarað og skilabúðin eru að sé ekki neinum aðstandenda til að dreifa. Ofta ráða kannski við þá barnæskuna, að það kannski einhver aðstandandi sem getur fyllt út núverandi einkenni. Að þá það, stundum kannski hvetjum við heimilislækni til þess að skoða þetta eitthvað betur og ekki einhver þarna, en ef það ekki, og ef hann skorar jákvætt á hinum listunum, jákvætt skimun hinum listunum, þá það tekið inn í teymið, inn á biðlistan. Og fyrri, hún náttúrulega miklu flóknari. Það kannski stundum, eitthvað stutt svar, stundum þá tekið við beiðninni og viðkomandi fer bara á biðlista og fer í gegnum greiningaferli. En svo getur það verið líka þannig að við reynum að svona team up með þroskaröskunarteyminu til dæmis, og stundum finnst okkur kannski þörf á að skoða annan hluta fyrst áður en að það kannski komið til okkar. En þetta mjög svona einstaklingsbundið eða bundið við hverja á eina beiðni. Svarar þetta spurningunni? Já, Sæll Daði heiti ég og sálfræðingur og geðheilsumiðstöð barna. Ég var bara að velta fyrir mér hversu margir koma inn í teymið sem fá ekki greiningu og hversu mikið hlutfallið á þeim sem svo fá greiningu á ADHD sem koma til ykkar. Já, í greiningaferlið. Já. Við náttúrulega að fylgjast með því og erum núna að vinna að kalla inn fólk sem var á gamla listanum á Landspítalanum. Þau voru með svolítið önnur viðmið varðandi skimun, hverjir skimuðust neikvætt og voru þá ekki settir á biðlistan. En það svona sennilega virðist vera rétt tæplega 15% sem að koma inn á þessum biðlista sem að fá ekki greininguna ADHD. Þetta eru frekar litla tölur ennþá, en þarna liggur þetta núna. Bæta aðeins við þessa spurningu að því að þið fáið 50 til 100 beiðnir, meðaltali eru það samþykki 40, hvað verður mismunin þarna? Við erum að meðaltali samþykja 55. Meðaltal beiðna sem kemur er 84, þannig að það munurinn 55-84. Það eru aðalega og nánast eingöngu beiðnir sem eru bara ófullnægjandi. Annarkvort ekki búið að framkvæma skimunina á heilsugæslu, það ekki fylgigögn með og þá fer svar til beiðanda og tekið þá fram hvað það hér í þessari beiðni sem að vantar. Þá hefur beiðandi möguleika á að senda það inn. Og beiðandi þá náttúrulega þá tilvísandi læknar, ekki satt? Jú. Viljámur, Anna tala náttúrulega aukna slysahættu og þú myndist á að þetta fær náttúrulega allt eftir því hvort það myndi eitthvað lærbrjóta sig í skíðaferð. Ég eru meðlimi teymisins búið að skima það og ef með ADHD fáði lífið með þetta. Já, ég ætla einmitt að segja, það ekki aðalmálið? Hvort þið sjá meðferð eða ekki? Það glærur sem eru uppi núna og síðustu kannski 2 á undan það sem ég var að sýtra í upphafi. Þarna eru tölur sem segja okkur hvað það kostar í dag, hvað muni kosta líklega að taka þessa biðlista niður á 3 árum. Þá vitum við líka hvað getur kostað að gera hraðar. Þetta það sem við hjá ADHD samtökunum og annars staðar þurfum til þess að hjóla núna í fjárveitingavaldið og halda áfram.
spurningin samt er ekki rétt hjá mér að þú varst í hópnum sem að hefur verið að vinna að hérna nýjum klínisku leiðbeiningum hjá landlæknisembættinu? Ég var ekki í hópnum, en ég fekk að vera svona yfirlestrar. Já, þannig að þú veist nokkuð hvernig hann mun líta út, ég fekk ekki að lesa þetta snögglega. Já. Þú veist að tala þarna, það var glæra á að með sem sagt hvaða skimunarlistur og annað verður notað. Já. Rímar það við breytingunum sem verður? Já. Ég teka fram að það sem ég hef séð að þessu lofa mjög góðum. Já. Allir fínt, það bestu þakkir. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er ofboðslega mikilvægt að segja sögur, setja andlit á málið. Ég þekki það á mínu fagi, við erum sífellt að segja sögur, taka viðtöl við fólk allt milli himins og jarðar. Við vorum svolítið feimin í byrjun að segja sögur okkar og eins og ég gat í byrjun, við vildum ekki endilega kannast við samfélagið sem við byggum í og hvernig það var á breytina. Við heldum að það væri ofboðslega einsleitt, við værum öll eins, það væri ekkert að og ég gleymi ekki þegar ég var á Helgapóstinum fyrir bráðum 40 árum, þetta hefði ekki verið 1983, þá tók ég eitt af fyrstu viðtölunum við alkóhólista á Íslandi, það var Hilmar Helgason, einn af stofnendum SOH, ekki rétt Hörður, og hann kom í viðtalið vegna þess að hann vann hjá sjálfum sér. Hann sagði við mig, Sigmundur Ernir, ég myndi aldrei koma í viðtalið að ég vinni hjá öðrum vegna þess að það hefði verið rekinn á stundinni. Þannig var samfélagið í þá daga, það hefur breyst blessunlega, við þorum að tala, við þorum að tjá okkur, við þorum að vera margbreytileg og allavega. Og þannig erum við í samfélaginu. Ég er til og með svona, stórfurðulegur maður. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir ætlar að segja sína sögu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og bara til hamingju með þessa ráðstefnu. Það er bara virkilega bara gaman að sjá bara breiddina líka í hópnum sem hér mættur í dag. En við erum komin saman eins og við höfum margoft farið, eða þið hafið farið yfir í dag, til að ræða dauðans alvöruna sem að biðlistar geta verið og bara fyrir okkur sem erum að eiga við ADHD. Og mér langar aðeins að deila með ykkur minnissögu og fara aðeins yfir svona horfinn veg en ég fekk greiningu fyrst 2012 þegar ég var 21 árs gömul og fyrir það voru hvatvísi og óreiða var eitthvað svona sem að einkenndi svolítið mitt líf og ákvarðanateknar í flýti og ekki endilega með ígrunduðum hætti. Sumar skiluðu hins vegar frábæri niðurstöðu og eitthvað sem ég hefði aldrei viljað breyta en aðrar hefðu svo sannarlega mátt missa sín. En utangátta í umferðinni, klaufsk og fljótfær, þá náði ég heldur ekki að festa mig í bóknámi. Það var eitthvað sem að ég 21 árs var búin að setja mig við að væri kannski ekkert endilega í kortunum fyrir mig. Og verklegt nám mætti bara betur við mig, þannig að ég dröslaði mér í gegnum heilsunuttnám við Fjölbraut í Ármúla, kláraði það. Svo eitt kvöldi þá fékk ég hugdettu að ég ætlaði að flytja til Noregs. Ekki næstu viku, ekki næsta ári, nei, á morgun. Þannig að ég tók allt dótið mitt, setta það í tösku, pantaði með flug og ég reyndar sé ekki eftir þeirri ákvörðun. Og það skilaði mér í breiðari sýn á menningu annarra landa, bara geðveikt, flottu og sterku tengslaneyti, bara þvert á öll Norðurlöndin. Og svo þegar kom að því að Hafdís Hrönn var komið með nóg af því að vera út í Noregi að vinna og langaði að fara að gera eitthvað meira við lífið, þá fór ég heim í viku frí í júlí og þá heyrist í pabba mínum, af hverju skráir þið ekki bara í námið á Bifröst? Og ég bara, já, jú, veistu, ég geri það bara. Skráði mig í nám, innan við viku seinna var ég komin inn í frumgrunnnám á Háskólanum á Bifröst. Viku seinna fór ég út, sagði upp leiguna á íbúðinni minni og flutti heim. Svona, þetta var allt svona. Það var bara, skipti engu máli hvað það var bara, já, ég tók ákvörðun og það var bara gert og helst í gær. En rótleysi og hvatvísi, jú, er það ekki eitthvað sem einkennir okkur sem erum með ADHD? En mér finnst það ekkit endilega alltaf neikvætt. En haustið kom og ég byrjaði í frumgrunnámi á Bifröst til að ná mér í stúdentspróf.
Fljótlega sá ég átti nokkrum töluvert miklum erfiðleikum með það að koma mér í gegnum daginn, sitja kyrr í tíma og starffræði hefur til dæmis aldrei verið mitt sterkasta fag og ég gat tekið upp á því í miðjum tíma að sá eitthvað á Facebook, einhverja auglýsingu og ég tók mig upp og brunaði til Reykjavíkur því að ég sá eitthvað í þessari auglýsingu sem ég nauðsynlega þurfti bara að eignast, bara núna. Þannig að það var svona gekk þetta fram með undir jól og í desember þá gaf ég loksins undan og ég leitaði mér að greiningu. Og þetta var 2012 og það var aðeins einfaldara ef þú varst með fjölskyldumeðlim sem var hjá þessum geðlækni eins og til dæmis faðir minn var á þessum tíma, þá fékkstu aðeins greiðari aðgang inn og ég naut góðs af því. En ég var að reyna að leita mér að einhverju sem að ég vissi í rauninni að væri að valda því að ég gat aldrei fest mig við neitt, en ég samt hef alltaf áliðið þetta að vera minn ofurkraft. Það hefur alltaf verið minn ofurkraftur að vera með ADHD. Því að ADHD svo sannarlega það er ofurkraftur og svo sérstaklega ef okkur réttu verkfærin til að vinna með dagsdaglega og við fáum í rauninni skilning á því að það þurfum kannski bara að nálgast okkur aðeins öðruvísi. Við þurfum kannski aðeins öðruvísi skilning og sérstaklega sem börn. Það sem máli stendur mér næst og ég hef bæði gengið í gegnum alla mína æsku án þess að vera með greiningu og án þess að fá viðunandi fræðslu og lyf að þá ég núna með barn í höndunum sem 8 ára og við erum búin að vita það frá því að hún var 4 ára gömul að þetta væri, má sletta poster child fyrir ADHD og hún bara nákvæmlega eins og ég var þegar ég var krakki og við erum búin að bíða í 1,5 ár eftir því að fá greiningu fyrir hana og lífið verður bara erfiðara og það verður flóknara og hvatvísinn verður stærri og allt í einu þá heyrist í henni daginn. Æ, mamma, heilinn minn bara virkar aðeins öðruvísi og ég veit ekki hvernig hann virkar en hann virkar bara ekki alveg eins og hjá öðrum krökkum. Ég alveg, jú veist það, hann bara geggjaður. Heilinn þinn virkar þannig að þú getur gert margt í einu og þú getur séð tækifæri í alls konar hlutum en þetta sat svo með mér. Barnið með 8 ára með tárin í augunum. Mamma, veist það, heilinn minn bara virkar aðeins öðruvísi. Og þetta hefur einhvern veginn setið með mér. En það þarf samt ekkert endilega að vera neikvætt að heilinn okkar virki aðeins öðruvísi. En það þú veist, það ótrúlega við þetta að það nokkuð stutt síðan við fórum að ræða þetta opinskátt og opinberlega hvað ADHD og hvað það getur gert fyrir bara samfélagi í heild sinni því að það akkurat fjölbreytnin sem við þurfum á að halda í daglegu lífi og bara í okkar samfélagi. En þegar ég fekk greiningu og lyf þá fór ég með það eins og hernaðarleyndarmál. Ég rauninni í þau örfáu skipti sem ég tjáði mig þetta til að byrja með að ég væri komin með greiningu og væri komin á lyf, væri á konserta. Þetta ekki bara afsökun fyrir því að þú getur ekki einbeitt þér? Þú veist að það hægt að misnota ADHD-lyf. Getur ekki bara sett á þig heyrnartól eða verið með eyrnatappa til að ná að einbeita þér? Ég skil ekki vandamálið. Þetta bara ekki svona einfalt. Og fólk sem að raunverulega kannski, ég ætla ekki að segja að það hefur ríkt ákveðið skilningsleysi í samfélaginu fyrir því hvað það að vera með ADHD. Og það samt, það horfir til töluverðar batnaðar í því að við erum farin að ræða þetta opinskátt og við erum farin að líta á þetta sem bara part af okkur sem samfélag. En fljótlega eftir að hafa heyrt það fyrir greiningu, þú veist sem ekki fiðrildi, veit ekki hvað þú ætlar að gera, þú myndi ekkert klára þetta nám, þá náði ég loksins hugarró, staðfestu og kvíðinn sem að fylgdi því að líða alltaf eins og þú væri með allt þitt dreift út öll tún og þá ég að meina ég myndi ekki eftir einföldustu hlutum, 2- og 3-bókaði mig, alltaf á sömu tímanum, alltaf að reyna að geðjast fólki til þess að bæta upp fyrir það að ég væri kannski ekkert alveg með allt mitt á þurru. Og ég vissi að ég myndi hugsa að gleyma ég að þetta vera eitthvað staðir að þetta gera eitthvað sem var mikilvægt en þá var sérstaklega sást því að það var ekki mikilvægt fyrir mig, heldur mikilvægt fyrir aðra. Og því fagna ég þeirri staðreind að við getum rætt þessi mál opinskátt og þetta svo sannarlega ekki feimnismál. Og eins og ég sagði ykkur frá áðan, okkar heili virkar bara eins öðruvísi.
ekki verð, ekki takmarkaðri, heldur bara stórkostlegur að öllu leyti ef við fáum að njóta okkar og samfélagi skilur að hæfileikar okkar njóta sín til fulls þegar að við fáum réttu úrræði. Og við þurfum að stíga fasta til jarðar, sérstaklega þegar kemur að börnunum okkar, og við þurfum að mæta þeim þar sem að þau eru með allt sitt. Því ef við gerum það, þá búum við til samfélag fólks sem er vel fúnkerandi, ekki að berja sig niður fyrir eitthvað, því að eins og við veitum, ADHD getur líka dulbúið sig sem þunglindi og það var í rauninni ástæðan fyrir því að ég fór á stað með þetta fyrsta. Ég vissi að það var eitthvað ekki alveg í lagi og það var að fyrsta kvíðu og þunglindi sem að mér datt í hug, ekki ADHD. Jafnvel að það var algjörlega kristalskýrt hvað áskorunni ég var að eiga við. En eftir að ég fékk greiningu og lyf, þá er ég útskrifuð með BS-gráðu í lögfræði, gerði það meðfram því að eignast eina litla dömu á öðru ári í laganámi. Fór í meistarnám í lögfræði, kláraði það allt á réttum tíma. Festi mig við ákveðna stefnu en án þess þó að það tæki út úr þeim karakter sem að ég var fyrir. Því að þessi karakter sem að maður er og það sem að maður er alveg inn í kjarnan er svo magnað fyrirbæri. Og ég er svo þakklát fyrir það að hafa einhvern veginn þrælt mér í gegnum það að finna rétta lyfjaskammtinn og allt sem að þessu fylgir og lífsgæðin einhvern veginn sem að kom í kjölfarið voru svo ótrúleg. Það var einhvern veginn svona ákveðin lífsgleði sem að kom í kjölfarið. En það er svo mikilvægt að við stígum stöndug og stöðug skref í átt að því einmitt að stytta biðlistana, taka að þetta stigma af að það megi ekki vera á lyfjum út af því að þú ert alltaf að bara, þú veist, taka þetta á hnefanum og bara finna einhverjar aðra leið og allt þetta. En hvað ef við erum bara með rétta lyfjameðferð samhliða öðrum leiðum, fræðslu eins og til dæmis ADHD-samtökin standa fyrir, þá held ég að við getum bara gert svo ótrúlega hluti í vitundarvakningunni og skilningnum í samfélaginu og við þurfum að fræða foreldra og samfélagi allt eins og ég segi ofurkraftin sem ADHD er og ef við virkjum hann rétt og ef honum mætt með réttum hætti. En ég hlakka til að taka þátt í til framtíðar og þakka ADHD-samtökunum fyrir traustið að fá að tala inn í dag og ég hlakka til að starfa með ykkur áfram að þessum málum og eins og ég segi, virkjum bara okkur ofurkrafta. Takk fyrir mig. Hafdís Hrönn, einn af þingmönnum okkar í dag. Takk fyrir. Gangið vel í framtíðinni. Það fer að líða að lokum þessa málþings hjá okkur. Mér langar að fara með ykkur það vel 50 ára aftur í tíman, norður á Strandir vegna þess að ADHD hefur náttúrulega alltaf verið með okkur. Og ég ætla að segja ykkur sögur af Sigmundi afa og Guðmundi bróður hans á Melum í Tryggilsvík á Ströndu norður þar sem vegurinn endar. Ótrúlega ólíkir bræður, Mundi algjör sveimhugi, svaf helst fram undir hádegi og var í rauninni bara skáld og sögumaður, en fastur í bóndahlutverkinu. Afi Sigmundur hins var óðbúðslega hvatvís og kunni aldrei betur við sig heldur vinnandi út á akrinum. Hann hreyfði ekki við dráttarvélinni, vegna þess að hún fór alltaf hægt. Hann vildi slá með orfi. Og það var til marks við letið ef menn hreyfðu Massi Ferguson. En Sigmundur var að bregða búi vegna berkla eins og algengt var þann tíma og flutti til Akureyrar, þess vegna er ég nú Akureyringur. En við fórum þarna fyrir 50 árum 1972 og reyndar aftur 73 í sveitina á sumrin eftir að afi var búin að bregða búi að Melum og þá stendur Mundi frændi helvíti dríendalegur á kajanum í Norðurfirði og það er greinlega eitthvað borið til tíðinda. Ekkur okkur á dráttarvélinni fyrir Urðaklettin inn í Melavík og enn er hann helvíti dríendalegur á sig kominn og Sigmundur afi spyr hvað hefur nú borið til tíðinda? Já, það getur nú sagt að það er komið nýtt og alvöru þing hér í kjallarann hjá okkur. Og það var farið inn í 40 fermetra kjallarann, ein hæð þar fyrir ofan, komið samt 12 manns fyrir þar, 40 fermetrar.
og á miðju moldargólfinu er komið þetta forláta Gústavsberg salerni með rás út í skítaskurð og fötu við hliðina og kamarinn aflaður. Klósettvæðingin hafin á melum. Það hafði einhver sölumaður brotist norður Balafjöllin og selt mönnum, öllum betri bændum og mundi keypti. En þá segir Sigmundur, afi, hvers vegna í andskotanum seturðu klósettið niður á mitt gólfið? Og þar var það allt sumarið. Og þá svarar Mundi að bræði, maður fer nú ekki að fela svona maflu. Vilhjálmur, lokaorð. Takk fyrir mig. Sigmundur, ég ætla bara að nota Elís afvísununa og hreyfa með þess. Eitthvað það besta sem ég geti gert. Já, bara hvað sem fyrir hverju sem en fyrir ADHD er hreyfing. Mér leiðist að standa í pontu ef ég kemst hjá því. Nei, það er að segja, ég vil helst ekki gera það ef ég kemst hjá því. Hafdís Hrönn. Þakka fyrir að lýsa árin minni ævi, allavega eftir greiningu. Þetta er allt of algengt hjá okkur. Í mínu tilviki alveg að sama þunglindi setti mig til heimilislæknum gafst upp á og setti upp á geðlækni sem bara sem betur verið vissi hvað það var að gera og það breytist mjög margt, bara nákvæmlega sem þú lýsir. Elvar, ég er alltaf að vera að kalla það Daniel en þú veist Danielsson. Þessi samantekt hérna á vinnu á því hvernig teymið hefur unnið ætlar að vinna og vill vinna áfram er athyglisverð. Það hefur mjög margt komið breyst síðan þið tóku við, síðan þið fóruð í gang og þið hafið verið að breyta svo hægt og rólega. Það er greinilegt að þið ætlið ykkur að aðlaga þetta eftir svona þörfum, ekki endilega allt í einu en ef það eru einstaklingsmiðum máli eins og þú sagðir að tala þá við þroskateymið eða einhvern annan. Þetta er ekki alveg neglt niður þó það sé samt á faglegum nótum og frekar svona ákveðið. Það sem er athyglisvert við þetta eru hins vegar, að frá mínum sjónarhóli, eru náttúrulega þessar ákveðnu tölur sem gefa okkur á okkar sjónarhóli séð leiðir til þess að fara að segja við fjárveitingavaldið. Þetta er samt með kostar að halda þessu óbreytt og það gengur ekki. Þetta er það sem er kannski mögulega vel metið að sé hægt að gera og ná þessu niður á 3 árum. En við getum líka sagt, við viljum samt fá meira ef við getum. En við höfum allavega það sem þarf til þess. Anna Tara, þú komst með mjög áhugaverða samantekt, nú þegar ég fyrir að horfa á þetta. Svona. Sko, þú gekkst út frá því að, hvað er það? Já, byrjar að tala verndandi áhrif og við viljum betra líf. Líf sem slík grein náttúrulega og annað á að vera til þess að við fáum betra líf. Við forðum því að okkar hópur verði áfram í hárri tíðinni sjálfsvíga, styttri ævilíkur, mjög minni ævilaun heldur gengur að gerist. Í lokin talar og endurtókst líf fyrir fullorðna. Það gerir fólki kleift að gera stóra breytingar. Og varðandi börnin, þá væri þetta náttúrulega líka bara öryggismál, bæði líf og heilsa og andlegu þroski og annað. Og hann Haraldur kom svo sem inn á það líka, en hann náttúrulega sagði fyrst og fremst að ADHD er ekki til, því við vitum öll að bleikur fíll er ekki til. Nú mun ég bara sjá bleikan fíl fyrir mér, alla nótt fyrir að málið. Það var margt sem hann sagði, sumt mjög athyglisvert, sumt er ég kannski ekki endilega alveg sammála, en það er bara fínt. Ég eða stjórnin erum ekkert að velja fólk sem er endilega sammála öllu því sem við eða ég persónulega segi. En hann sagði margt mjög gott. Hann talaði mögulega að væri þetta 2, ég vil ekki segja orðið sjúkdómar. Þetta væri 2 mismunandi gerðar á ADHD, það sem að birtast hjá börnum og hjá þeim sem að þetta birtist bara á fullorðinsárum. Ok, ég er alveg til að skoða þetta. Grunnari séu ýmsar aðrar ástæður fyrir því allavega hluta. En þetta er mjög athyglisvert. Hann talaði líka að við þurftum að horfa á greiningaviðmiðin aðeins öðruvísi. Anna Tara einmitt talaði líka þetta með að fræða,
Það væri forsenda fyrir lífeggju barna að foreldrafærninámskeið væri tekið fyrst. Það er mjög athyglisvert að í þessum nýju leiðbeiningum, klínísku leiðbeiningum landlæknis sem verða brátt birtar, kemur meðal annars fram varðandi börn að það sé æskilegt að foreldrar fái fræðslu. Ekki fyrirfram, en það sé æskilegt að foreldrar njóti fræðslu ýmislegt. Það er ekki gerð krafa það, en þetta hins vegar, alveg eins og tölurnar frá honum, frá teyminu, þetta gerur okkur kleift að segja við opinbera og sveitarfélög og annað, sjáu því, það er gert ráð fyrir því og það er sagt æskilegt að þetta skuli gerast. Hvernig getum við komið því fyrir? Hvernig getum við fjármagnað? Það er frábært, það er eitthvað aðeins svona lauslega orðað fyrir fullorðna, en þetta eru mjög góða beitingar þessu leyti. Ég hef bara fengið að svona líta yfir þetta snögglega, en þetta mun birtast von bráðar og ég efast að breytist mjög mikið. Að því sögðum, biðlistar eru dauðlegs alvara, drepum þá, ekki okkur. Ég þakka fyrir þessum, ég þakka Sigmundi Erni og ykkur öllum. Takk fyrir.